Já, velkomin að Rauðaborðinu á 50. Framundan góðu þáttur reiknaði með. Hingað eru komin með mér Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir og Björn Þorláks sem ætla að vera með efni í þættinum. Hvað ætlið þið að gera? Áhugaverður þáttur sem að fara í loftið. Mér sýnist að viðmælendur verði 5, 4 konur. Það hefur nú gerst áður, stundum verið með bara konur. Það kann hafa gerst áður, en síðan ég hóf hér störf áramótin, þá hefur þetta kynja hlutfall aldrei áður sést. Þá segi ég bara húrra. Það ekki? Jú. Heyrðu, en þú ætlar að spjalla við... Við byrjum á því að þið ætla að tala við Grím Atlason sem í kalli. Við verðum vilja hafa hann fremstan. Hvað ætla að tala við Grími? Já. Sko, við viljum að ræða við hann, getur maður ekki sagt að þetta sé svona eftirfylgni á þessari umræðu okkur unga fólkið? Jú, við ætlum að spyrja hann út í líðan ungs fólks. Hann formaður Geðhjálpar. Já. Nei, hann framkvæmdastjóri. Já, fyrirgefið framkvæmdastjóri. Kallast það. Allavega rosalega fín staða hjá Geðhjálp sem hann sinnir. Já, og hann hefur haft miklar áhyggjur og með einhver gögn sem sýna fram á depurð samfélagsmiðla börn, internetnotkun, hver skaðleg áhrif hún getur haft í ómiklu mæli snjallsímanotkun á geðheilsu barna. Hefur þetta ekki bara slæm áhrif á geðheilsu allra? Jú, ekki gamla fólki rosa daburt einhvern veginn alltaf á Facebook? Jú, en munurinn á börnum og gamla fólkinu kannski sá að okkur fullorðnum við höfum lagalega skyldu til þess að hlúa eins vel að börnunum okkar og við getum. Þannig að vanræksla barna er öðru vísi heldur en þegar við erum að vanrækja okkur sjálf. En ekki besta leiðin til þess að hafa áhrif á börnin að bara loka símanum? Jú, akkurat við vorum aðeins að tala þetta við Björn áðan, sumir skólar hafa bara sett þær reglur að banna síma. Aðrir skólar virðast í stórkostlegum vandræðum með þetta. Ég skil ekki alveg hvað svona flókið. Ef að það auðsýnt að þetta mjög skaðlegt fyrir ung börn, þá á sjálfsögðu bara að banna símanotkun í skólum og bara ekkert múður með það. Maður hefur stundum heyrt að En það sem ég hef heyrt því ég talaði við kennar hérna og ég ekki alveg viss hver það var sem sagði þetta, en það var sjónarmið við það að símanotkun í skólum ekki sett að vandamál. Nú? Nei, símanotkun heima við þér á börnunum og í frítímanum sem vandamáli sem að étur upp allan tíma sem börnin hafa, taka tíma frá þeim frá svona frjálsum leik, en það ekki þannig að kennarinn á einhver sambandi við börnina þegar þau eru öll í símanum í stofunni Heyrðu, hann Grímur og örugglega eftir að segja okkur eitthvað þetta. Alveg pottþétt og það sem áhugavert að til dæmis það kom fram á mánudaginn í umræðu að ungir foreldrar sem eiga börn, þeir eru miklu harðari á því að láta þau ekki vera allan sólarhringinn í símanum heldur en eldri foreldrar. Ég held að dæmi svona gamalt foreldri og ég vissi ekkert hvað ég átti að gera þegar þessi bylting skall á og 2 yngstu börnin mín fæddust og ég bara leyfði þeim allt. Ég hélt að það væri bara það sem maður ætti að gera. En svo eru yngri foreldrarnir miklu meira með þessar hömlur og hreinu. Já, meðvitaðir kannski bara það að þetta sé ekki beint gott. Akkurat. Ég var að tala við börnin mín sem eru 17 og 40 ára og þau voru á því að þetta hefði haft svona ekki góð áhrif á sig, sérstaklega drengurinn sem orðið fertugur. Það átti við í svona 12 vandamáli að stríða lengi. Þess með að slíta sig frá eða? Já, og hefði bara svona áhrif á hann, bara ennþá. Það hafa farið í gegnum þann tíma allan. Og hann sagði að þetta væri mér að kenna, ég hefði gefið honum Nintendo þegar hann var held ég 7 ára. Einmitt. Ég vissi ekki, ég svo Björn, ég vissi ekkert hvað ég var að gera. Maður svolítið þar bara. Þetta örlegu foreldrar að vera helsek bara. Svo vinn ég svolítið mikið og út allan sólarhring. Ég teki eftir því að þegar dóttir mín talaði við mig, það kemur svona að mér og heldur puttunum og lokar tölvunni og spyrja svo að tala um. Já, einmitt, akkurat. Ég get ekki undir það að þú vinnur býsna mikið. Hvað ætlað þú að leggja fram til þáttarins? Ég ætla bara að skemmta mér Ég reiknaði með að þið væru með alvarlegri efni? Málmálana? Ég kem alveg með alvarlegt efni Hvernig ætlar að skemmta þér? Þórunn Valdimarsdóttir kemur hérna sem náttúrulega skemmtilegasti viðmælandi í heimi. En hún var að gefa út bók íslenska fyndni
sem náttúrulega... þetta rannsóknir Þetta rannsóknir íslenskri fyndni. Já. Og ég veit ekki, kannski eldri þið eitthvað leys, en ég man þegar við vorum að lesa íslenska fyndni í gamla daga, þá kom svona tímabil. Fyrst var það, maður var að lista og hugsa, þannig að því að við erum alltaf með skömm, svona íslenska skömm, skömmust okkur fyrir matinn okkar og skömmust okkar fyrir allt, sko. Og ég held að skömmust okkar ekki fyrir neitt meira heldur íslenska fyndni sem er svo ófyndin. En svo þróast þetta þannig að þegar var búið að vera hneykslast á þessi lengi, og svo fórum maður að lesa þetta, þá var þannig að ég hef eiginlega ekki hlegið af neinu jafn mikið og íslenska fyndni af því hún er svo ófyndin. Nákvæmlega, sko, ég man að ég náði mér í nokkur eintök á fornbókasölu til þess að eiga og lesa og nákvæmlega, manni fannst þetta svo súrir brandarar, það var fyndið, þetta var svona þegar maður var á menntaskólaaldrinum, sko, alveg geggjað. Ég einmitt googlaði íslenska fyndni og það poppaði upp eitt brandari, ég var svona að leiklesan fyrir ykkur. Og þetta sem sagt, það talast við 2 personur, A og B. Já, býtu, en það er spurning, sko, Pétur, getum við sett svona dósarhlátur undir þegar hann er búinn að lesa? Það þarf ekki, sjáu þið bara dósarhlátur, þið sjáu það A. Sérðu aumingja drenginn þarna? Faðir hans dó úr brjóstveiki fyrir ári síðan. B. Aumingja drengurinn. A. Og móðir hans dó úr sykursýki fyrir hálfu ári síðan. B. Ósköp að heyra þetta. A. En hörmulegast það samt að nú hefur drengurinn fengið brjóstsykursýki. Þetta er bara eins vont, eins og grín getur orðið. Já, en þetta er svona, hann er komið með brjóstsykursýki. Veistu það, ég man eftir einum brandara sem ég las í íslenskri fyndni þegar ég var svona cirka 10 ára gamall. Kanntu hann utan það? Já, má ég láta hann flakka? Já. Hann er þannig að það er, sko, eins og sagt er vangefinn drengur sem á þeim tíma að reyna að koma í gegnum fermingu. En hann er svo vangefinn að hann getur ekki lært neitt. Og presturinn segir að hann þurfi að kunna skila á vor Guð er borg á bjargi traust og hefur eitthvað með ljós að gera og eitthvað svona og ætlar svona einhvern veginn að kjúa hann í gegnum það við athöfnina sjálfa og hann er alltaf að benda honum við fermingarathöfnina sjálfa upp í ljósakrónu og í 5. eða 7. tilraun þá loksins stynur drengurinn upp Pera! Og þetta er brandari. Svo góður að þú manst hann enn. Já, hann er svo einkennilega vondur, skástir í góður, að maður bara býtur hvað var ég að lesa, en ég man þetta ennþá. Áhugavert. Vá, það er svo margt rusli sem sest í heilan á manni, það er alveg ótrúlegt. Þórunn kemur þetta, hún gaf líka út ljóðabók í sumar, snemma í vor eða sumar, og hún náttúrulega hún er einstakt skáld og yrkir alltaf svona blauðlega. Þannig að ég fæ að ræða líka við hann það. Er þetta erótísk ljóð hjá henni? Já, það er alltaf svona, það er mikil kynorka í Þórunni sem skáldi og fræðakonu. Ég held hún sé að sækja það að fá að rannsaka blauðlegar vísur Íslendinga. Það er bara það. Svo það glatist nú ekki. Ekki seinna vænna. Hún vill að sko kynlífi verði snúið úr synd í dygð. Já. Þannig að við munum örgulega ræða eitthvað svona þetta verður mjög svona sexy samtal. Holdlegar ástir. En svo hún að verða 70, sko. Þannig að ég sá bara þessa með íslensku fyndni, þá var ég hugsað að þetta ætti að fá hana til að koma í helgispjall og eiga bara almennilegt viðtal við hana líka í framhaldinu. Og ég er að biðja hana það eftir. En þú ætlar að tala við hana Höllurhund. Já, heyrðu, við þurfum að halda áfram að tala þessa vindorku. Vindmyllur, er það ekki? Jú, er það ekki? Já. Mér finnst enn að mörgum spurningum sé ósvarað og ég hlakka til að Hallarhund komi hér og geri hreint fyrir sínum dyrum. Forsetaframbjóðandi. Já, en það er skrítið að það sé búið að gefa leyfi fyrir þessu áður en það er komin þetta lagalegu rammi og margir bent á og landvernd að þetta sé svona eitthvað. Já. Þetta sé kannski að fara að staði sér framkvæmd einhvern veginn í öfugri röð eða... Já, það verður fróðlegt að heyra sko hvað hún segir það, hvort hún telur Orkustofnun hafi verið bundin af Alþingi að veita þessa heimild. En hún sótti ekki starfið, okkur ekki?
Hún örugglega að fara að gera eitthvað bara annað, eitthvað spennandi. En hún kannski vita að hún myndi ekki fá það. Við verðum bara... Því hún hefur nú verið gagnrýnin á stjórnvöld að mörgum viti. Við verðum að spyrja þeirra spurningar. Hún var algjörlega einhvern veginn kona fólksins þarna, sko. Það verður bara mjög fróðlegt að ekki veit ég hvað hún er að fá að vita akkur hún einmitt sótt ekki þetta starf. En er þetta ekki djópið þar sem að forstjórinn þarf að vera staðstur á Akureyri? Er búið að flytja skrifstofuna? Ég held að eigi að vera þannig. Má hún ekki flytja þangað? Má hún ekki flytja til Akureyrar? Smári, hún hefur kannski ekki haft áhuga á því að flytja til Akureyrar. Það er rosa erfitt að vera auðvitað að koma. Það eru bara ekki allir sem vilja búa á Akureyri. Þú ert Þingeyjarsýslu með ekki? Upprunalega, jú. Þegar þú býrð á Akureyri, ertu utanbæjarmaður? Heldur betur. Ég náði aldrei neinni fótfestu í Eyjafirðinum. Ég var alltaf mjög mikill utanbæjarmaður. Ég var aldrei velkominn. Bara best ég. Opna mjög það. Já, ég var heilan vetur á Akureyri að leika hjá LA. Já, fittaður inn. Sko, ég byrja ekki alveg kennsla. Það var náttúrulega fullt af, við vorum fullt af aðkomu fólki úr Reykjavík. Rándýri listamenn að sunnan að vinna þarna saman. En maður fann það alveg kannski að samfélagið svona frekar lokað, sko. Einu vinir okkar hjóna á Akureyri voru aðrir aðfluttir, annað aðkoma fólk. Við eignuðumst ekki einn innfæddan vin. Ég bjó þarna í 25 ára. Já, við erum svo með innflytjendur á Íslandi. Innflytjendur á Íslandi geta átt ekki bara vini frá Póllandi líka, kannski Póllandi er svo stórt en kannski ekki bara frá Bretland eitthvað, þú veist, það getur verið mjög alls konar vinahópar. Kannski eru Akureyringar bara svona 5. Kannski eru þetta ekki hroki, heldur þetta bara 5. Já, einmitt, ég verð að hrósa þeim fyrir eitt, að ef maður festir bílið sinn í snjóskafli, þá er alltaf komnir 10 að hjálpa manni. Nú, það sér þig. Það er leiðin til að kynnast Akureyringum, að festa sig. Já, en segjum sem svo að við séum saman að brasa í skaflinum í 2 klukkutíma og manni líði eins og maður hafi kynnst þeim. Svo dettur manni einmitt í huga að segja, heyrðu, ég fá okkur eitt kaffibolla. Nei, þá er maður orðin intrusive og komin allt og nálægt þér. Ég bjó á Akureyri einn vetur, þá var ég held ég að verið 17 ára. Það var eitthvað, það er löngsaga. En allavega þá var ég að vinna í sandplastur og málmhúðun við að málmhúða ljósastjóra sem er mjög sarfaverk. Heiðarlegasta vinna sem þú hefur unnið. Ég minna að það verið allir bara ryðgaðir ef að þetta verið ekki gert. En það var svo vont veður þarna. Það var bara norðan bálið inn þennan fjörð allan veturinn og ég sagði alltaf að ég greiddi í suður þetta vetur. Því það var stórt. En með þessum orðum stakstu rýtingnum á kafi í hjartað á Akureyri. Nei, þeir segja, ég hef rætt þetta, þeir segja það, við viljum hafa vetur þegar vetur og sumar þegar sumar, annað en þetta fyrir sunna það sem er alltaf endalaust helvítis haust. Já, en bara að þú segir að það hafi verið svona vont veður á Akureyri, þá blæðir þeim. Ég nefnilega mann eftir akkurat að upplifa mikinn vetur á Akureyri, mikinn snjó og vera eiginlega bara í snjógala allan veturinn en einmitt vetrarstillur alveg ótrúlega fallegt þarna, alveg svo sem að reyndar maður er byrjað að sjá hérna það var eitthvað fyrir svona 3 vetrum síðan, þá kom svona snjór, fjall stórar svona lufsur og ég sá það á svalahandriðinu mínu þá kom svona snjórinn, safnaði svona upp bara svona hár og því að þetta er bara Akureyri þetta í minni æsku var þetta bara ekki fræðilegu möguleik að gæti gerst í Reykjavík þess að þegar snjóaði þá var bylur með Já, þótt þessi snjóþungt á vetrum á Akureyri, þá eru náttúrulega eins og þú segir, það eru þessar froststillur, það er logn, sumrin eru náttúrulega 10 sinnum betri en hér krakkar. Það er alveg sumarveður fyrir norðan. Þegar fjörðurinn fyrir að sjúga inn svolítið kaldan vind sem að Akureyringar vilja ekki viðurkenna sé, en maður finnur í skjól eitthvað stætti listikari. Það vissulega kemur fyrir, en ég hef átt heima á nokkrum stöðum á Íslandi. Hvað heitir þessi vindur þarna Akureyri sem enginn Hákólan bara, Hákólan, þetta er Hákólana. Það má ekki nefna hana Nei, en ég búið á nokkrum stöðum á Íslandi og það verður að viðurkennast að langversta veðrið er í Reykjavík. Reykjavík er veðravíti, það hefur verið veðravíti fyrir ykkur sem hafi bara búið hérna, þeir eru annarkvort í einhverju afneitun gagnvart því hvað veðrið er alltaf vont hérna, eða bara þeir vitið ekki betur, þeir halda þetta sé Ísland. Ég var votur alla mína æsku af slabbi og slitta, maður ekki þessu, það var svona slitta, svona slabb sem hann gæti orðið svona hátt.
sem að var svona bara maður sökk í og sokkablautur eftir eitthvað sem að vissi ekki hvort ætlaði að vera snjór eða rigning en ég nefnilega kom til Akureyrar í vor og það kom mér eins og mjög óvart að finna þar alls konar verslanir sem ekki til á höfuðborgarsvæðinu og til dæmis ég fann, og það mjög góð herrafattaverslun sem selur karlmannaskyrtur sem passa mjög vel á konur, bara til upplýsingar fyrir ykkur sko, og það ekki verið að herma eftir búðum í Reykjavík, það bara alveg bara sér á parti verslunarmenning á Akureyri. Næstu eins og Neskaupstað, eða var á Neskaupstað. Herðu, en það meira efni í þættinum. Magga-Stína kemur hérna, hún kemur hérna reglulega og segir fréttir frá Gaza, þannig við fáum að heyra það. Hvort að þessi eitthvað viti í þessum vopnahlésviðræðum í Katar og hversu margir hafa dáið. En það kemur líka þú tókst viðtalið Gunnhildi. Já, Fríðu Hallgrímsdóttur. Það verður gaman að kynnast Gunnhildi Fríðu Hallgrímsdóttur sem að maður hefur mest séð bara úr fjarska til þessa. Hún náttúrulega stór merkileg manneskja. Í fyrsta lagi hún sá Íslendingur sem hefur yngst farið inn á Alþingi. Sem varaþingmaður Pírata. Hvað hún gömul? Veistu það? Sko, já, ég held hún sé 22 ára núna. Hún var 19 ára þegar hún flutti sína fyrstu eldræðum umhverfismál. Og svo fékk hún inni í Harvard sem nú aldrei neitt smámál. Og hún hefur náttúrulega, hún hefur alltaf haft lag á þessi manneski að segja hlutina þannig að eftir því tekið. Og það bara ótal margt sem ég held að sé áhugavert við lífslaup þessarar ungu, flottu, sjálfstæðu, glæsilegu konu. Og ég bara mjög spenntur að heyra henni. Hvað hún að nema við Harvard? Hagfræði. Og ég held hún gefi bara ekki neitt fyrir íslenska efnahagstjórn. Ég held að hún muni jafnvel bara orða það þannig að mögulega búi við verstu efnahagstjórn í heimi, Ísland. Já, þá hún kannski að færa í orð það sem að íslenskur almenningur upplifir, ekki satt? Þannig það Harvard lína hjá þér, Halla Hrund. Harvard, þegar hún segir það, fyndið. Það háskóla lína. Hálftimbraður þáttur í kvöld. En á ég segja ykkur eina forvitnilega svona nótu, að það hafa víst fleiri Íslendingar gengið í Harvard en Danir. Finnst ykkur það ekki svart? Nei, mér finnst það bara æðislegt. Mér finnst það gott á Dani. Mér finnst það líka. Mér skrítið bara að segja þetta á þess að sé Dani hérna við borðið, sko. Já. Vilt að þeir geti varið sig? Nei, bara svo þið fá að heyra það. Svo þið fá að heyra það? Herðu. Við látum þetta fréttast. Þetta þátturinn í kvöld. Eftir örskamma stund að þá kemur Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttur hingað. Og Björn talaði við hana og svo bara velluð þátturinn áfram. En ég vil minna ykkur á að samstöðunni kerið áfram á áskrifendum. Ef að þú hefur verið lengi að hugsa að gerast áskrifend en ekki láta vera að því, þá núna tíminn að fara inn á samstöðu.is. Það hnappur sem ástöðundur áskrift og skrá sig. Og þannig getur þú tekið þátt í því að byggja upp samstöðuna. Í hvers skipti sem að nýr áskrifandi slæst í hópinn, að þá setjum við í gang plön til þess að auka ennþá við efnið sem við búum til. Að öll áskriftin fyrir því að búa til efni. En framöndan þáttur kvöldsins og njótið heil. Gerist áskrifendur á samstöðinni og takið þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þarftan að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Já, við hér á Samstöðinni höfum síðustu daga staðið fyrir umræðum ungt fólk og reyndar hófum við þann leik síðasta vetur. 16 ára drengur var með sjónvarpsþátt sem hann kallaði Maður lifandi og svona fjallaði það hvernig það að fullorðnast á þessum sumpart óvenjulegu tímum sem við lifum núna. Við Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, við vorum með 3 ungmenni á aldrinum 17 til 29 ára fyrr í þessari viku og kom margt forvitnilegt út úr því spjalli og við ætlum að halda áfram að ræða við ungt fólk það sjálft. Við ætlum ekki að ræða bara við sérfræðinga ungt fólk, heldur við ætlum að ræða við ungt fólk sjálft. Og í dag kominn góður gestur sem áhorfendur og hlustendur mögulega kannast við. Hún heitir Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir. Vertu velkomin til okkar. Takk kærlega fyrir. Ég held að þú hafir fyrst komist inn á mitt athygliskort þegar þú ertu ekki yngsta manneskja til þess að fara inn á Alþingi? Jú, það endaði þannig, tímasetningar þær létu þetta verða þannig. Ég var 19 ára, ég varaþingmaður fyrir Pírata. Já. Og ég tók þátt í alþingiskosningunum og var í varaþingmannssæti. Og svo í desember 2021 þá tek ég sæti og þá ég 19 ára. Já. Og hvernig var það að koma inn í þennan heim? Það var bara mjög skemmtilegt. Þetta var eitthvað sem, ég hefði haft áhuga á Alþingi síðan ég tók þátt í skólaþinginu og mér fannst þetta alltaf mjög skemmtilegt. Maður alltaf að fylgjast með þessu og svo bara rosa gaman að sjá svona aðeins meira casual hlið þingsins og skemmtilegast í heimi að sitja í matsalnum og bara borða og hlusta og bara vingast við alla. Það eru allir rosalega viðkunnulegir og svo rosalega skemmtilegt að sjá líka hlutina gerast, Ég meina, ég í stjórnarandstöðunni, þannig að maður svona gerir ekki mikið, maður ekki fyrir að ná einhverju fram, en það samt, má alveg segja það að með við önnur lönd, þá umhverfið og samskiptin milli stjórnarandstöðu og stjórnar mjög góð með við önnur lönd og það geta allir spjalla saman og stundum, stundum má alveg eiga bara svona hreinskilna samræði með eitthvað, þetta kannski besti valkosturinn. Þannig mér þótti það mjög skemmtilega og ég verð að segja, ég með meiri von fyrir heiminum heldur en ég var áður en ég byrjaði að þingja. Það eru margir sem segja eitthvað, ég fór á þing og ég misti alla von og öllu. Nei, ég með meiri von. Hvað heldur að skýri það? Bara það hafa allir áhuga á manneskjunni. Meiri segja fólk sem ég hélt að ég yrði ógeðslega ósammála. Það bara var geðveikt til ég að spjalla við mig og þrátt fyrir allt þá höfum við öll gaman að því og höfum áhuga á fólki og það mér það vera eina sem saminar þingfólk, við komum úr öllum mismunandi áttum. En eins og til dæmis það þegar amma hún kom í heimsókn á í kaffitíman á Alþingi sem mjög fínn og mjög skemmtilegur, þá komu allir og segja meira segja fólk sem bara eitthvað fyrir klukktíma var bara að segja, nei, þú hefur alveg rangt fyrir þér, komu og segja, já, ertu amma hennar, já, svo gaman að fá Gunnhild inn á þing og það var sem ég fannst það mjög krúttlegt. En já, og líka bara ég veit ekki, það allir svona á Íslandi almennt sé aðeins opnari fyrir því að taka ný sjónarhorn heldur en eins og ég sé í Bandaríkjunum. Þannig já, það gerir mig vongóða. Áður en við förum til Bandaríkjanna, hvar þú stundar nám þessa dagana, hvað hafði gengið svona vel í þínu lífi til að þú næðir þeim áfanga að vera komin inn á Alþingi bara 19 ára gömul? Ég vil alltaf koma því að framfæra, ég held þetta sé rosalega snúist miklu minni velgengni að fara á þing og freka bara, ekki pínu skrítið líka að einhver 19 ára einstaklingur horfi á þingi og sé bara eitthvað, það þarf að gera betur, Ég hef búin að taka þátt í loftslagsverkfallinu í mörg ár áður en ég fór á þing og ég byrjaði að geta vongóð bara eitthvað svona, já, mega geta mikið sens að lækka losun og gera allt og skrifa undir Parísarsáttmálann og allt þetta og ég bara hélt andjóks að eftir að við varum búin að kynna okkar mál að ríkisstjórnin myndi bara gera það af því þetta svo rökrétt, en svo gerði það ekki og ég bara, og þá hugsaði ég, kannski, eitthvað vandamálin að þingi og kannski vil ég þá taka þátt í því og þetta var bara þannig að ég var að fara frá Íslandi og mér langaði ekki að gefast upp, mér langaði að halda áfram að vinna að einhverju þótt að, ég væri bara varaþingmaður
að þá hvað ég gera þetta. En ég veit ekki, svo hefði ég líka verið eitthvað inn á TikTok og inn á samfélagsmiðlum að vekja athygli á hlutum, þannig ég held að það hefði ekki verið eitthvað út úr hött að ég hefði farið inn á þing, þú veist. Nei, það voru allmargir sem vissu hver þú varst. Já, allir, þú veist, sumt ungt fólk sem hefði kannski ekki heyrt mikið stjórnmál áður, þannig var einhver á þeirra aldri sem var að tala stjórnmál á bara frekar skemmtilegan hátt og var ekkert að nota flókin orð og ég held að við náðum alveg til fólks og ég segi alltaf til stjórnmálaflokka að það alveg svakalega mikið, það er mjög mikið í því að gefa ungu fólki rödd og bara leyfa því að tala og leyfa því að vera það sjálft og það náttúrulega mun ná til annars ungt fólk, þetta ekki flókið. Nei, en mér fannst líka áhugavert þegar ég fletti því upp að þú ert stúdent frá tækniskólanum, ekki satt? Já. Og ferð því ekki gegnum þessa svona gömlu hefðbundu kanala, tengsla kanala? Nei, ég veit það ekki, ég náttúrulega elst upp í Hveragerði og eitthvað svona hvaða menntaskóla langum í og það var bara geðveikt mikið á þessum tíma verið að tala fjórðu iðnbyltinguna, ótrúlega mikið og ég var eiginlega bara, varð undir þeim áhrifum að ég var bara eitthvað, ok, tæknir framtíðin, þetta er sniðugt, já. Og þetta var alveg fínt nám og eitthvað svoleiðis sem ég kannski hefði í baksinn í speglinum hef ég kannski ekki jafn mikil áhuga á tækni og svoleiðis eins og ég hélt á þeim tíma en allt í lagi, þú veist, bara mér fannst þetta fínt og ég gæti útskrifast fyrr og hafði tíma til þess að sinna öðrum með skóla og það var flott. Voru fleiri strákar í tækniskólanum? Já, miklu fleiri. Miklu fleiri? Já. Þannig að þú ert svona, já, það er kannski svolítið í þér líka að svona brjóta niður vígi, eða hvað? Já, ég samt vil ekki kalla mig einhvern tækni brautriðanda, ég bara var í svona þú varst ekki hrædd við þessa menningu? Nei, ég hef aldrei verið hrædd við mikið og sérstaklega ef það er einhver sem vill ögra mér þá finnst mér eiginlega bara fyndnara þannig það er alltaf gaman og við vorum að taka þátt í alls konar, við vorum með einhvern svona þú veist, kennastelpum tækni og eitthvað svoleiðis sem var bara mjög gaman og mér finnst mjög gaman, núna ég kann að forrita á eitthvað en sem er alltaf gott. Og fyrsta þingraðin hún fjallaði umhverfismál? Já, að sjálfsögðu, það er málmálana Ég held að þetta sé pínu svona, fólk veit ekki alveg hvert við séum að fara að taka þetta núna að við byrjuðum á því í loftslagsverkefninu bara að vekja athygli á þessu og þá var það mesta að fá fólk til þess að vera sammála við þurfum að gera eitthvað í þessu en núna þá er búið að breytast aðeins markmiðið núna vilja flestir stjórnmálaflokkar gera eitthvað í þessu og mér er meira þess að sýni vinum mínum í Bandaríkjunum eitthvað bókstaflega hægri flokkur á Íslandi er með auglýsingar sem segir alvöru aðgerðir í loftslagsmálum sem er ógeðslega fyndið og pælir í því. Og þetta hefur einmitt verið nefnt sem ein kreppa vinstri grænna hér. Já, einmitt. En núna þá vil ég meina að þú veist allir séu búnir að segja já, við viljum gera eitthvað. En aðgerðirnar sem þeir leggja fram eru ekki aðgerðir sem munu ná markmiðum okkar, bara samkvæmt vísindalegum rannsóknum og þú veist, þau vilja gera alls konar sem getur bæði ná markmiðinu umhverfismál og efnahagsvöxtur. Þau vilja gera eitthvað eins og þú veist, vera bara með eitthvað frumkvöðlasetur og eitthvað svoleiðis og ekki þurfa að gera neina óþægilega hluti. En loftslagsmál eru krísa sem mun þurfa að láta okkur horfast í augu með bara óþægilega hluti eins og til dæmis, þú veist, hvaða neyslu ætlum við að forgangsraða, hvað er mikilvæg neysla og hvað er kannski neysla sem mætti minnka og það mun þurfa að skattleggja hluti sem valda externalities, negative externalities, þú veist, eins og kolefni í andrúmsloftinu og við erum einhvern veginn að bæla þessa endalausu vaxtarvél. Ég er ekki að segja að gera það alveg, þú veist, það þarf að sjálfsögðu að finna einhvern milliveg. En það er ekki hægt bara að pikka lausnir, umhverfislausnir frá þeirri hlið stjórnmálana sem þú ert frá. Og þess vegna finnst mér ótrúlega mikilvægt að allir flokkar vinni saman. Það er fullt af lausnum á vinstri hliðinni, fullt af lausnum á hægri hliðinni og það er bara ekki tími til þess að fá nákvæmlega þá lausn sem þú vilt. Hvatar versus hegningar? Já, það er að gera bæði. Þarf ekki nefnilega að hegna líka? Jú, það er mjög mikið að hvötum núna en þeir geta þeir verða alltaf miklu skilvirkari og eru miklu líklegri til þess að ná fram þeim markmiðum sem þeir eiga að ná fram með því að hafa líka hegningu. Carrot and a stick, segja þau í hagfræðinni. Já, einmitt. Heyrðu, þá komum við að því að það er ekki bara merkilegt að þú ert yngst Íslendinga til að taka sæti á Alþingi, heldur, ertu í Harvard? Já, ég veit það ekki. Og ég veit að þetta kann að vera óþægilegt umræðefni fyrir þig
og það nú yfirleitt alltaf þannig með mann að það sem maður gerir sjálfur manni finnst það ekkert merkilegt en nú verður að taka þátt í smáborgara svona íslensku leik að hvað veistu hve margir Íslendingar hafa gengið í þarna? Það nefnilega alveg bara ágætlega margir. Við erum sko fleiri en danirnir sem ég finnst alltaf mjög skemmtilegt og ég alltaf segja við danir. Við erum mjög fleiri. Það finnst mér merkilegt að. Já, við erum með geggjað íþróttafólk úti. Það já, og við erum núna eitthvað 6-7 og það bara ágætt sko. Og erum við í sambandi eitthvað einbyrðis? Já, við erum alltaf með einhverja Íslendinga hittinga og svo svona norræna félagið stundum með hittinga og þá finnst mér mjög gaman að reyna að tala skandinavískuna. Já, en nú kannski einhverju sem eitthvað ungt fólk að fylgjast með okkur og það hugsa bara Harvard býtu, það ekki allt og dýrt, kemst nokkur í Harvard? Nei, sko mér finnst það eiginlega stærsta mýtan að nám í Bandaríkjunum sé rosalega dýrt. Er það? Það getur verið það, já. En ég sótti fjárhagsaðstoð og hjá þessum toppskólum þá eru þau alltaf að taka fólk inn án þess að pæli því hversu mikið pening þú átt og svo reiknaðu bara út hvað þú átt að borga út frá tekjustöðu foreldra og tekjustöðu þinnar og veist, þetta reiknaðist út þannig að ég að borga cirka sama og ef ég væri í HR og ef maður tekur leigu og matinn í Reykjavík þá ég nánast að spara því að vera þarna úti. Hvað er þetta að segja? Og þannig þú veist já, þetta var alveg stór, ég myndi að sjálfsögða ekki gera, ég veit ekki, ef skólinn náttúrulega 10 milljónir á ári ef þú borgar ekki, ef þú fær ekki fjárhagsaðstoð, þannig ég held ég væri ekki að gera þetta ef þetta væri ekki fyrir það. Nei. En ég var bara mjög heppin með það að, sko, þú veist, ég pældi ekkert í þetta væri möguleiki að sækja fyrir en ég fór í eitthvað sumarprógram á vegum sendiráðsins þar sem maður fór til Bandaríkjanna og ég kynntist einhverjum Ameríkönum og þau voru alveg að peppa mig í þetta og bæði amerísku skólar taka miklu meira tillit til, þú veist, eða þú ert að taka þátt í félagsstarfi og svona ritgerðum. Sem var allatíð gert. Já, sem var miklu meira minn, styrkur heldur en eins og mér langaði líka í skóla kannski í Svíþjóð og Frakklandi og þá voru þau bara horf og einkunnir. Og veist, mér fannst svo margt áhugavert með skólanum og ég var kannski ekki alveg með 10 í meðalengun sko. Nei. Þannig að ég komst ekki í neina skóla í Svíþjóð og voru lítið skóla í Frakklandi og ég var bara eitthvað, ég þarf bara að spila það sem minn leikur sterkastur og það Bandaríkin. Þannig þá sæki ég þarna og þetta var svakalega fyndið umsóknarferlið að taka SAT-próf og ég veit ekki á hverju ég var. Hvað er það aftur? Þetta bara Scholastic Aptitude Test. Sem þýðir hvað? Þetta bara eitthvað samrænt próf sem allir taka. Takk. En já, veist, þetta var sakalegt líka, ég vissi ekkert þetta og ég vissi ekkert hvað að gera þegar ég var 17 ára og ég bara svona einhvern veginn þurfti samt að finna út úr þessu, að kenna einhverjum kennurum í tækniskólanum hvernig að fylla út dótið að því enginn hafi verið að sækja þarna áður. Og svo var þetta bara, mikil heppni, ég veit ekki, þú veist, bara svona lagði allt í þetta og þetta setti allt að veiði og rosalega vinna í umsóknar. Já, það var ákveðið tímabil í janúar þess að ég var að klára allir ritgerðirnar og klukkan alltaf 12 á bandarískum tíma þá 4 á íslenskum tíma nóttina. Þannig ég var bara, í jólafríinu var ég bara alltaf að vaka þangað og ég var að drekka svo mikið kaffi, grílukaffið frá Kaffitár. Ég fekk óbeit á því eftir að ég sótti ég gæti ekki drukkið langan tíma því að bara slæma minningar. En hvað heldur það hafi vegið þungt í umsókninni að þú gast flaggað því að þú værir varaþingmaður? Það var alltaf eftir. Var það? Já, það var alltaf eftir. Það gerir seinna? Það gerir seinna. Ég var ákvað, ég komst inn vorið 2022 og átti það að byrja haustið en svo kom COVID og þá ákvað ég að fresta náminu 1 ár af því að þetta hefði verið skóli á Zoom kvöldið og það var bara ekki næs. Þannig að ég var svo ógeðslega spennt að byrja þannig ég fresta þessum 1 ár. Það var ekki ákvörðun. Fór í lýðskólann á Flateyri og fór í jöklaleiðsögnarnám og gatið mitt líka hafði tíma til þess að bjóða fram sem varaþingmaður þannig að ég vil meina að ég hafi komið mjög vel út úr COVID-inu sko. En svo þannig það var allt eftir á allt með nýju stjórnarskránni, það var allt eftir á. Já, sko í þessari umræðu höfum við hér á Samstöðinni reynt að hræra saman einstaklingnum og samfélagi. Já, það er mjög flott. Er það ekki bara? Jú. Og manni finnst maður alltaf þurfa svona að vita aðeins bakgrunn hvers og eins þegar maður er að fiska eftir skoðun á þjóðfélagsmálum og svoleiðis. Það er rosalega gaman að við hefum augljóslega getað búið til 3 klukkutíma þátt bara þig og þína sögu því að þú lifir mjög áhugaverðu lífi. En ef við reynum núna að taka fókusinn aðeins á þér sem persónu
yfir í samfélagsmálin. Já. Þá, þú ert komin til Harvard. Þú hefur verið að leggja stund þar á nám sem að tengt hagfræði. Þetta hagfræði og ég taka umhverfismál sem aukafag. Já, síðan hefur líka aðeins verið að læra kínversku, það ekki? Jú, ég tók kínversku og Kvísjójóen bara sem aukatímar. Maður fær alltaf smá val og það bara skemmtilegt að í Harvard þá eins og allir geri allt bara annarkvort á 150 eða ekki. Þannig það að skrá sig í kínverskunum var alveg svona, þú mætir á klukkutíma á dag og ert að læra 49 karaktera og þetta alveg pakki sem þú ert að skráði í. En þú ert talandi eftir ár sko og það var ótrúlega gaman, ég fór til Kína í sumar og var að spreyta mig, það var mjög skemmtilegt. Ok, segjum sem svo að ég því boðaður sem gesta fyrirlesari til Harvard. Já. Og sem að verður aldrei sko. En ég myndi segja að ég væri búin að greina íslenskt samfélag þannig að unga fólkið hefði mestar áhyggjur af umhverfismálum, atvinnumálum í framtíðinni. Það hefði orðið svo breyting að nú væri ekki lengur hægt að mennta sig og búa og vænta þess að þú fengir bara ágætisvinnu. Efnahagsmódel heimsins væru meira og minna ósjálfbær og þyrfti varla nema bara svona anda á sum þeirra þá myndi þau hrynja og ofan á allt þetta myndi bætast ákveðin svona heimsenda ógn og meiri ófriðar blikur en mjög langt skeið og þá erum við að horfa til Úkraínu, við erum að horfa til þess hvernig Kína geti stigið fram. Við höfum náttúrulega heyrt marga tala að Bandaríkin rambi á barmi borgarastyrjaldar. Bretland, þar hefur verið sagt að það hefur verið stutt í það að menn hafi verið að hengja bara hvor annan og götum úti eftir að börnin 3 voru myrt daginn og fleiri voru í hættu. Og Ísland takmarkað sem sagt Ísland byggir sína ákomu á auðlindum að mörguleyti frekar en hugviti og þær geta verið svolítið brothættar þessar auðlindur okkar samanber spjall mitt við Halldór Björnsson veðurfræðing á Veðurstofunni í gær. Já. Og þá komum við að því sko, sem ég langar til þess að biðja þig að svara. Hefðu þið velmenntaða fólkið bara púa mig niður á öllum vígstöðum og sagt þú hefur rangt fyrir þér í öllu. Það hefur aldrei verið betra að vera til. Möguleikar okkar eru stórkostlegir. Engin kynslóð hefur átt eins mikla möguleika og við á bjartri framtíð en vissulega eru við kannski pínulítið vanrækt á sumum sviðum hvað varðar til dæmis útivistun uppeldis frá að í stað þess að foreldrarnir ala okkur upp þá voru það símarnir sem að óla okkur upp. Hvaða viðtökur fengi þessi fyrirlestur? Þú myndir ekki vera púað niður og ég bara hveti til þess að koma, það bara mjög skemmtilegt. En nei, ég held að sé alveg að vissuleiti rétt hjá þér, en þetta samt svona smá, þú veist, þetta ekki svo svart og hvítt og við lifum einmitt á tíma þar sem 2 sannleikar geta verið réttir á sama tíma. Já, fleiri. Já, eða fleiri, einmitt. Þú veist, það alveg rétt að ég bý í samfélagi sem ég get gert alls konar og það ógeðslega gaman að vera til í dag. En það líka sagt að þú veist módeli sem við kannski vorum að lifa með áður fyrir með stenduðu vel í háskóla, fáðu vinnu og þá verður góður ekki alveg lengur til. Nei. Og það svo svakalega flókið með hvað að valda þessu, þú veist það bara störf að breytast í heiminum þannig þessi hefðbundnu skrifstofustörf og hefðbundnu störf rosalega, þau fara minnkandi út af gervigreind og svoleiðis. Já, ekki bara störfum að stór fækka? Eða mun fjölgun þeirra verða á öðrum sviðum? Það alltaf vonin og það alltaf það sem tæknisinnar segja en ég alltaf á því og að það megi ekki bara láta að gerast, það ákveðin hlutir sem Íslenska ríki getur gert til þess að stuðla að þeirri breytingu. Ég trú alveg á markaðinn en mér finnst eins og að ríki getur sett ákveðin markmið fyrir markaðinn og að þau fyrirtæki sem eru viljug að taka þátt í einhverjum samfélagsmarkmiðum, þróunarmarkmiðum að þau fái einhvern bónus fyrir það. Þetta svona pínu iðnaðarstefna sem ég held að sé mjög mikilvæg fyrir 21. öldina. Já. En já, ég held að þetta sé alveg að vissuleiti rétt með heimsendirspælinguna þá held ég þetta sé svona smá þú veist, einhvern veginn kreppa í því að allt við kaupum og neytum einhvern veginn orðið svo ódýrt og það svo, þú veist,
það vantar einhvern veginn svona substans í svo margt sem við neytum, svo margt sem við klæðum okkur og það svona gerir veröldin aðeins tilgangsminni einhvern veginn. Það er minni mannvera í öllu því sem við klæðumst og svo við borðum. Það er, ég oft lýsi að þú veist, skilvirknin í hagfræðinni, skilvirknin í hagkerfinu er alltaf á leiðinu upp og upp og upp, en á einhvern tímapunkti getur hún gengið of langt. Og það er líka smá, veist, þetta er smá tilvistakreppa sem hagfræðin er í núna og veist, mjög áhugavert að vera að læra hagfræði á þessum tímum. Eins og til dæmis bara veist, störf í ferðamálageiranum, þetta er eitt stærsti geirinn á Íslandi núna, en út af mitt það er búið að vera auka skilvirkni og það er alltaf pressa á fyrirtæki að vaksa, að þá vilja þau alltaf, ok, hvernig getum við köttað kostnað og svoleiðis, og þá þú veist, geta þau bara lækka laun og gert störfin einfaldari og gert þau að störfum þar sem það þarf að skipta út fólki ótrúlega fljótt. Og þá ertu komið með samfélag þar sem þú veist, fólk er bara í stuttan tíma, hvort sem það eru útlendingar ekki, ég var líka þarna bara í stuttan tíma og svo bara, get ekki meir. Það er ekkert rosalega skemmtilegt og það að byggja upp langtíma starf í einhverju svoleiðis er erfitt og það eru mörg störf sem eru að verða einhvern veginn svoleiðis. Já, svo sko það kom út skýrsla hjá forsætisráðuneytinu í fyrra og hún mældi það að fleiri í hópi 20-30 ára minni mig eru dottnir niður í sko lágtekju umhverfi, sem sagt þessi línulaga framför, við gátum treyst því alveg eftir stríð að næsta kynslóð hafi það betra en við. Já, einmitt. En nú hefur allavega hér á landi hefur þetta breyst. Já. Og það er nýtt og maður svona, já, ok, það er þá ekkert náttúrulögmál að bara heimurinn verði alltaf betri og betri. Auðvitað getur hann tekið mjög djúpar dýfur og sú tilhugsun ein og sér kannski gæti í ímynda með breytir að einhverju leyti hugarheimi ungs fólks eða hvað? Sko, ég vil alltaf meina það að blessunin við það að alast upp á Íslandi er svo að við einhvern veginn taugakerfið okkar elst upp í rosalega góðum aðstæðum. Þannig að við erum miklu líklegri til að treysta hvor öðru og við erum miklu líklegri til að vilja vinna saman. Þannig að einhvers konar svona svakalegs ofbeldis, þú veist, eitthvað, það ætti ég erfiðar með að sjá hér. En þetta er alveg rétt, okkar kynslóð kannski er ekki alveg að búast við sömu línulegu framför, en ég held að þetta sé líka bara ójöfnuður, þú veist, inngangsstörf og eru ekki alveg vel launuð og voru, en það eru samt einhver störf sem er þannig, ég meina ef þú ert að fara að vinna í banka, þá ertu að fara að fá vel borgað. En það er líka bara þannig að það er meiri renta sem er tekin, þú veist, ef þú ert að vinna í einhverjum geirum það sem renta er tekin, þá eru þau laun hærri. Og Adam Smith sagði alltaf, frjálsmarkaður er markaður sem er frjáls frá rentu, sem ég rosalega fyndi að hugsa til. En það er einhver starf sem eru ennþá svakalega vel borguð og ég með tek eftir, þú veist, nú er ég að fara að útskrifast með fullt af fólki í Harvard sem er á leiðinni í einhver svona quantitative finance starf sem er að borga þeim, hvað er 800.000 bandaríkjadalir, þetta er einhverja 10 milljónir á mánuði. Þannig það eru, þú veist, það eru einhverju starf sem heldur ennþá þessu uppi og heldur standardnum frekar háum fyrir okkur. Ég meina, þú veist, af hverju þarf að vera í hálaunuðu starfi mjög snemma þegar við erum ung? Það er líka búið, líka ákveðin hlið þessu er það búið að auka eftirspurnina og normið, neyslu viðmiðið sem við lifum í, þú veist, að allir geti farið út á hverju ári, allir kaupi ótrúlega mikið af fötum, þú veist, lífsstillin okkar gerur okkur líka pínu fátakan, myndi ég segja, og það séu ennþá tilvist, ég meina það er ekki þeim að kenna, það eru ennþá störf sem heldur uppi okkar væntingum. Og ég og Maj-Britt, vinkonum mín frá Danmörku, við köllum þetta stundum svona anonymous wealth. Þú fær pening til þess að sjá pening annarra, en þetta er peningur sem þú færð ekki af því þú ert nauðsynlega eitthvað verðmætari en annars starfsfólk, en þetta er peningur sem þú færð til þess að spyrja ekki spurninga. Ég segja. Einmitt. Þeir sem rugga bátunum, þeir eru ofta ekkert í bestu málunum. Nei.
En sko, áhugavert og nefnir hérna fjármálageirann, þar virðist ennþá leka smjör á hverju strái þangað til við förum kannski næstu djúpu kreppu með skömmu fyrirvara. Ég veit ekki hvort þú spáir því eða... Ég veit ekki sko, en hérna hagkerfið eins og sett upp núna það er alltaf í hringrás, þannig að allt sem fer upp mun fara niður. Já. Og það er mjög erfitt með það að sko rosalega mikið af fjármálageiranum í dag hefur farið út í bara svona það sem Mariana Mazzucato kallar casino capitalism, að veðja á eitthvað eitt og svo fer það upp og eitthvað svoleiðis, og það fer svakalega mikið effort í þetta og fjármagn helst í einhverju svona meðan það ætti að vera að fara í fjárfestingu í húsnæði eða eitthvað svoleiðis. En það hefur orðið ákveðin pressa til þess að fyrirtæki hagnist alltaf meira og meira og meira, bara út frá hvernig samkeppni virkar. Og þess vegna vilja þau minna vera í einhverju sem kannski gefur ekki jafn mikið af sér. Ég meina, þú veist, af hverju er ekki fullt af fyrirtæki með fjárfesta í vatni og orku í þróunarlöndum, bara það borgar ekki jafn mikið, þú veist, það er ekki jafn arðbært að gefa fólki sem er fátækt orku eins og það er að vera að veðja á einhver hlutabréfi eða eitthvað svoleiðis. Og þetta er erfiðið með kapitalisman í dag, að þú veist, við viljum að fjármagn fari í eitthvað jákvætt, en að það er fast í einhverju svona speculative asset bubbles. Nú afsaka ég enskunum mína. Allt í góðu, við skiljum að þú ert þú lifir í þessu umhverfi. En sko, hvað segirðu þátt ríkisins í þessu öllu þegar norræna velferðarmódelið var svona sterkast, þegar þetta blandaða hagkerfi sem að byggir á sköttum? Þeir sem hafa það gott, þeir greiða væna 10% til samfélagsins og lyfta þar með upp hag þeirra sem eru með ekki eins breiðar axlir, en jafnframt mjög miklir hvatar til frumkvöðla, fyrirtækja, þeirra sem að stofna fyrirtæki og eru sprautur og hvatar, nýsköpunarhvatar, að í þessu gamla módeli var ríkið í rauninni virkur leikmaður á markaði. Algjörlega. Það stóð fyrir atvinnulífi. Núna er ríkið í þeirri stöðu að fjárlög íslenska ríkisins þau velta ofboðslega mikið bara umsvifum einkaframtaksins. Já. Og þar með er íslenska ríkið orðið háð umsvifum einkaaðila. Sumir segja að íslenska ríkið sé orðið skúffa í skatthóli ólígarkana sem við köllum útvegsmenn. Þurfum við kannski sko núna aftur, bæði með hagsmuni ungra í huga og bara allra, þurfum við að málið að spóla aðeins aftur og breyta hlutverki ríkisins aftur meira í átt til þess sem var, að það væri virt í atvinnulífi, það hefði eitthvað með atvinnulífsstefnu að gera og væri jafnvel að fjárfesta í atvinnulífi. Já, ég get alveg séð hvernig aðstæður fyrir því eru aðeins að myndast núna. Mér er samt mikilvægt að hugsa allar svona breytingar út frá því hvað eru aðstæðurnar núna, en ekki bara hvaða stjórnmála hugmyndafræði finnst mér sniðug og við ætlum að breyta bara til þess að breyta. En ég sko sérstaklega á Íslandi, þar sem það er dálítið mikil fákeppni, þá er hætta á því að það sé bara ótrúlega mikil renta. Það er renta sem er bara peningur eftir hagnað, eftir að búið greiða laun, bara peningur sem þú færð af því þú hefur eitthvað markaðsvald til þess að setja verðið aðeins hærra. Og það eru nokkru iðnaðir sem eru þar, og þetta eru kannski iðnaðir þar sem það er ekki einhver svona rosalega sterk krafi einhverja nýsköpun eða samkeppni, eins og til dæmis sími, þú veist, að geta verið með netsamband hvar sem þetta frekar einfalt, og ég oft hugsa það mætti alveg setja upp eitthvað svona cooperative eða eitthvað svoleiðis, þar sem það er minnkað svo renta sem er tekin úr vösum fólks. Fara aðeins aftur í tíman. Kannski. Já, þú veist, ég meina, sko, aftur í tíman eða fram og við, skiptir ekki máli hvernig hugsa þetta, er að vera að gera þetta mjög mikið núna þar sem starfsfólk á kannski fyrirtækin og tekur ákvarðanir þar. Ég oft hugsa að þetta væri snillt að setja upp svona fyrir jöklaleiðsögn, af því þar eru jöklaleiðsögmenn þeir sem vita nákvæmlega hvenar ætti að hætta við ferðir út af veðri, vita, kunna alveg að markaðssetja sig og alles, og geta þá kosið og tekið ákvarðanir saman, og ég trúi allavega mikið á lýðræði bæði í stjórnmálum og líka bara í venjulegu lífi, sko. Já. En svo komið eftir hlutverkur ríkisins, þá er alveg
ég styð mikið það að búa til iðnaðarstefnu og ég var að vinna fyrra sumar í Malasíu þar sem við vorum mikið að vinna fyrir eitthvað svona think tank sem var að vinna að iðnaðarstefnu fyrir Malasíu og þá voru þau mjög mikið að pæla í því ok, hérna einhver ný tækni, hvernig getum við hjálpa fyrirtækjum að nýta það, hérna einhver hérna ætlum við að styrkja framleiðslu á svona og við viljum þá að fyrirtæki, ef þau geta matcha þetta, þá fá þau eitthvað styrk. Og þetta alls ekki það sem hagfræðin alltaf að segja okkur að vera ógeðslega hrædd við að ríkið sé að vinna, að velja einhverja sigurvegara. Ríkið bara að setja standardinn af því að samfélagið vill einhvern standard. Við getum ekki leyft samkeppni, það nánast á engum stað þar sem frjálsmarkaður alveg frjáls. Það allstaðar einhver staðar einhver svona reglugerð eða einhver aðstoð. Og við bara sjáum hann ekki alveg jafn mikið og mér finnst myndlíking sem hún Kate Rosworth gerir í bókinni Donut Economics að hagfræðingar þurfa að hætta að vera einhver svona mechanics sem að reyna að skilja hvað í gangi í vélinni, í hagkerfisvélinni og við þurfum að vera meira eins og garðyrkjumenn. Við erum með einhver blóm sem við viljum rækta þannig að við ætlum að búa til góðan jarðveg og við vitum að góð blóm vaksa í góðum jarðveg. Og það ekki að segja að ég ætla að velja nákvæmlega þetta blóm sem mér finnst gott, ég ætla bara að fá falleg og fjölbreytt blóm og margt í vistfræði sem ég hef líka verið smá að læra, tekið nokkra ákvanga í því sem ég held að hagfræðin þurfi að læra rosalega mikið. Það einmitt ný grein af hagfræði sem að myndast núna sem heitir visthagfræði, þar sem þú ert meira að pæla í því hvernig allt þetta vistkerfi vinnur saman. Þú ert með fólk og fyrirtæki og þetta snýst meira þetta félagsvistkerfi og mér finnst alls konar það mjög áhugavert og margt sem getum lært. Orðið eins og félagshyggja, jafnvel kaupfélög, þessi orð sem að þóttu mjög hallærisleg fyrir ekkert mjög mörgum árum, mér finnst þau aftur vera að komast í smá tísku. Já, ég meina ekki samfélagið dálítið svona hringrásarkennt, nú erum við búin að prófa eitt kerfi og það er búið að taka smá út í öfga og þá kannski erum við opin fyrir því að prófa eitthvað annað og það einmitt, út allan heim vill fólk prófa eitthvað annað og rosalega opið fyrir nýju fólki sem með einhverja nýjar hugmyndir. Þess að Hér til dæmis talað að ríkið þurfa að stíga miklu sterkar fram í því að leysa húsnæðiskrísuna. Algjörlega, húsnæðiskrísan allt krísan, bara hvernig við byggjum og þetta svo mikil grunnundirstaða fyrir jöfnuð í samfélaginu og það bara, þetta orðið eitthvað hlægilegt þetta bæði lánakerfið og líka það hvernig við byggjum húsnæði og lánakerfið finnst mér ótrúlega fyndið. Ég fór í eitthvað deep dive þetta, einhverja kanínuhólu þegar ég var að skrifa eldhúsdagsfræðina mína og þá það bara þannig að þú ert að borga húsið tilbaka eitthvað 5 til 15 sinnum eftir því hvernig vextinir eru og núna þið þannig að þú ert að borga húsið eitthvað 14 sinnum tilbaka en í Noregi þá þetta svona kannski 2 einu sinni til 2 ertu að borga það og það snýst allt vextina en líka bara fákeppnina sem eru á markaðinni en Færeyjar, þau eru með 2 banka, ekki 3, við erum með 3 þau eru að bjóða upp á helmingilegri húsnæðisvexti núna bara út af því að þau eru með dönsku krónuna sem að hluta til bundin við evruna og þá geta fjárfestar komið og þá meiri samkeppni í bankakerfinu þar og mér finnst eins og Íslendingar séu búin að ákveða það að samkeppni snúist bara samkeppni fyrir fjármagnseigendur en mér finnst miklu minna að tala það að hvað með samkeppni banka, af hverju má ekki vera með opnara hagkerfi til þess að fá meiri samkeppni á markaðin en við viljum alltaf hækka vextina eitthvað samkeppni þetta líka bara til þess að það sé hægt að græða meira. Þetta er eiginlega kafkaískt umhverfi að finnst mér að búa hér á Íslandi. Algjörlega svona nokkra möntur sem eru sagðar oft, að þarf að passa upp á innlenda kjötframleiðslu og hvað komið út úr því. Það búið að leyfa einhverju monopóli að gerast og þetta fyrirtæki KS sem bæði að framleiða kjöt og oft með meira en helmingshlutdeild af kjötframleiðslu en svo á sama tíma að flytja inn kjöt og þá á sama tíma óvinnurinn. Og þetta allt bara eitthvað, það þarf að passa upp á innlenda kjötframleiðslu, við skulum bara leyfa þeim að gera það sem við vilja. Og hvað gera þau? Þau eru fyrirtæki, ég trúi mikið á það að við erum
verur sem eru mótaðar á okkar umhverfi og ef umhverfið að biðja okkur að vaxa sem fyrirtæki, þá gerum við það, þú veist, þess vegna kenni ég þeim ekki þetta bara, þú veist, þetta bara hvatarnir sem búið að búa til, en þess vegna má breyta þeim, þú veist, þetta ekki eitthvað sem fyrirtæki náttúrulega gera, ef það væri hægt að bæta hvatana, þá myndi fyrirtæki ekki hafa þessu svona. Og þú myndist á fákeppnina áðan, sumir ganga svo langt að segja að það sé ekki bara fákeppni, en það sé bara engin samkeppni og það sé bara gefið á garðan og þetta velti á tengslum og flokkum og flokkadráttum, hverjir fái hvað og náttúrulega mjög mikil hætta á því í svona fámennu ríki hjá einsleitri þjóð með þær sögurætur sem við höfum og vaxtastefna Seðlabankans hún svo ómannúðleg. Ég held hún sé líka heimskuleg því að það virðist ekki vera sem að þetta tæki sé að vinna á verðbólgunni eins og því ætlað og mér dettur í hug sko með þig að til dæmis þegar þú velur þér framtíðar búsetu og þið langar að koma aftur heim til Íslands. Mér langar mjög mikið að koma aftur til Íslands. Já, er þetta ekki bara risavaxin fyrirstað, húsnæðismarkaðurinn og þetta sem þú segir að ég maður að nálga 60, ég fastur í einhverju hávaxta umhverfi. Ég þarf að borga það húsnæði sem að ég keypti núna eftir ég flutti frá Akureyri fyrir 3 árum. Ég þarf að borga það margfalt. Það ekkert sem að heitir öruggt, farsælt, friðsamt ævikvöld hjá mér miðað við þessa vaxtastefnu. Algjörlega. Og þannig að það ekki bara unga fólki, það náttúrulega allir. Algjörlega. En þetta ekki breyta sem að þú þekkir örugglega marga Íslendinga sem eru að stunda nám í löndum út allan heim. Eru þið ekki að ræða þetta svolítið innbyrðis? Algjörlega, þetta líka bara snýst það mitt, við búum við svo svakalega fallega náttúru og eitthvað svoleiðis, en hvenær á ég að fá að njóta hennar ef ég þarf bara að vinna allan daginn og vinna alltaf og öll sumur. Já, peningarnir fara allir til fólk sem þú vilt einmitt alls ekki, sem á nóg af þeim fyrir. Já, ég meina, bara borga sér lán og þessi lán sem eru svakalega, það ekki hægt að spá fyrir hvað að fara að gerast næst, eins og vinir mínir þau keyptu íbúð í boðið lágvaxta umhverfi sem ég finnst bara illa gert að auglýsa þegar ríkisstjórnin hefur ekkert vald yfir yfir vöxtum. Var það 2021 kannski? Já, þetta var í þeim kosningum. Þá var eitt flokkur mjög mikið að auglýsa við boðum lágvaxta umhverfi, við erum búin að ná þessu öllu fram. Og svo hvað gerist? Vextir eru hækkaðir og þau hafa ekkert vald til þess að gera eitthvað í því. Þau hafa það, þau bara vilja ekki gera það. Þessi verðbólga, þannig ég tala mannamáli, þessi verðbólga kemur ekki frá því að það vanti að hækka vexti. Það kemur frá því að það vantar þetta supply side inflation, þannig að það vantar húsnæði og það að valda þessari búblu í húsnæðismarkaðinum og þá lausn því sem felst í því að byggja meira húsnæði. En með því að hækka vexti endalaust, þá ertu bara að gera það erfiðara að byggja húsnæði. Og þess vegna, og einmitt skattar á, það einhver skattur sem man ekki hvað heitir, sem eitthvað á byggingur, sem bara hefði aldrei átt að hækka. Af því að hann einmitt bældi nýjar íbúðir sem voru byggðar. Já, og nú þetta bara orðin business að það eru bara einhver stór fyrirtæki sem að sjá að byggja og kaupa og selja. Og svo ekki að fyndi að alltaf... Og við verðum þá bara leiguliðar. Einmitt, og svo gerir alltaf ríkisstjórnin eitthvað svona, þú veist, það kemur eitthvað svona, finnst þér í lagi að þetta leigufélag sé bara eitthvað með milljarða í eitthvað tekjur og þau bara, já, við náttúrulega biðlum til þeirra að sýna samfélagslega ábyrgð. Já, því það var alltaf gengið svo vel. Akkurat, og þá þau fyrirtæki sem eru með milljarða eitthvað í tekjur eiga alltaf að sýna samfélagslega ábyrgð, en ég sem bara að reyna að gera mitt besta, ég á eitthvað að sýna samfélagslega ábyrgð þegar það sett greiðslumat á lán sem sagt bara svo regla sem segir það að þú mátt ekki eyða meira en 35% af þínum mánaðarlegu tekjum í að borga niður lán. Og ég að sýna samfélagslega ábyrgð með í þessu vaxtarumhverfi með því að mig ekki taka lán þegar einmitt leiga oft hærri heldur en mánaðarleg húsnæðislán.
mánaðarleg borgun á húsnæðislán sem klikkað. Þannig þetta svakalega eitthvað svona ónotendavænt umhverfi, ég veit ekki hvað ég að segja, og stór breyta í því hvort að okkur langar að koma heim og þetta bara snýst algjörlega frelsi, þú veist, mér langar ekkert endilega að binda mig á Íslandi í næstu 20 árin, en ef ég myndi taka húsnæðislán þá ég eiginlega að gera það. Já. Þannig maður svona, já. Sýnist þér hagfræði nemanum í Harvard að íslensk efnahagsstjórn kunna að vera svo versta í heimi? Mögulega, þú veist, ég meina við erum með vexti sem bara eru samas, við erum á bil við all stanríkin. Nánast öll lönd í Evrópu eru með lægri vexti en við. Þetta bara fyndið, sko. Og óvinsælisti stjórnmálamaður Íslands forsætisráðherra? Já, ég er ekki hægt að búast því neinu miklu. Svona þetta, sko. En ég alltaf, þú veist, ég meina, það snýr margt á haus. Já, ég segi samt alltaf, þú veist, ég er samt meiri von eftir að ég byrjaði að taka þátt á þingi út frá því líka bara hvað Íslendingar geta breytt skoðun og það alveg eitthvað sem ég trúi á. Og það þessi regla sem segir til það þarf bara 2,5% af þjóðinni sem tekur virkan þátt til þess að breytingur til langs tíma. Já, það Er það kennt í Harvard? Ég veit ekki hvort ég listi í Harvard, þetta er samfélagsrannsókn sem segir bara að þú vilt ná fram einhverju samfélagsbreytingu, þá þarf bara 2,5% af þjóðinni. Það uppörvandi að heyra. Já, það bara ekki það mikið af fólki. Við þekkjum 2,5% þjóðinni. Það bara basically henni. Já, ég segi það nú alltaf. En ok, ef ég kveð þig og þú ert að fara, hvað, á föstudaginn bara út? Á morgun. Já, á morgun. Já, það föstudagur á morgun. Já, það byrja lokaárið mitt. Já, lokaárið framöndan. En ef við svona förum á glaðhlakkalegum nótum inn í framtíðina, þína framtíð og framtíð annars ungs fólks, þá það sem náttúrulega æðislegt við að vera þú og við að vera ungmanneska í dag. Það þetta námsframboð, það þessi tækifæri að geta þessi gamla saga að pabbi bara krafist þess að ég bóndi og þess vegna kemst ég ekki í menntaskólan, hvað þá að ég geti lært iðnina sem langað að læra eitthvað svoleiðis. Þessi gamla saga, henni lokið. Er það ekki í langt flestum tilvikum, það náttúrulega alltaf einhverjar fátæktagildrur og svona einhver höft sem að halda sumu ungu fólki í fangilsi, getur maður ályktað. En þetta það sem kannski svona stórbrotnast við samtíman að heimurinn allur undir, þú getur gert það sem Já, sko það svakalega gaman að vera í háskóla. Og ég held að það sem pínu einstakt við Harvard það að þú ert búin að komast inn í Harvard, þú þarft ekki að stressa þig á einhverju, þannig þú getur þannig bara lært það sem þú vilt. Og segi ég sem að læra hagfræði, en ég meina ég hef bara mjög mikinn áhuga á hagfræði. Og það rosalega skemmtilegt. Ég held að það sé mikil blessun að geta litið á háskólanám sem við getum núna sem eitthvað sem þú mátt líka bara, þú mátt bara fræða þig eitthvað í 3 ár, þú mátt bara njóta þess að hugsa hugsuna og svo gerir eitthvað við það. Það ekki lengur þannig að þú ert að mennta þig til þess að fá eitthvað starf. Við erum bara byrjað að missa trú á því að þú veist, það líka jákvæð hliðin á því að missa trúna á því að þú ferði eitthvað nám og ferð gott starf. Það svakalega frelsandi og mér finnst mikið frelsi í því að vera til í dag og geta mennta mig í því sem ég vil. Það ennþá vissulega hagfræðilegir hvatar sem hvetja fólk til þess að læra eins og, ég meina fyrir 10 árum var það tölvunarfræði og svo erum við núna með þessa búblu sem gerist að ótrúlega mikið af fólki fyrir að læra tölvunarfræði, svo bara engin störf til í dag því að allir fóru að læra tölvunarfræði. Þannig þetta rosa fyndið með, þú veist, það alltaf eitthvað svona, en þess vegna segi ég bara að það ekki hægt að spá fyrir framtíðina, það bara framtíðin að breytast miklu hraðar en við getum spáð fyrir ef við byrjar að læra tölvunarfræði þá þegar þú útskrifst þá bara kannski eitthvað annað vinsælt þá. Þannig það mjög skemmtilegt að hugsa til þess og bara fá pínu einmitt það að mennta sig í einhverju sem maður vill, sem alveg, finnst mér grunn undirstaða samfélagsins og þess vegna ég mjög mikill talsmaður þess að lána að línkerfið verði bætt. Já, námslán eru mikið böl. Já, ég held nefnilega að fullkomleið til þess að... Þau býta fólk svakalega þegar þau koma ofan á vaxtastigið og þú ert með töluvert húsnæðislán, þá ertu ekki mjög góður stöðu þessa dagana. Einmitt, en bara þú veist það að leyfa ungu fólki að vera ungt fólk held ég að sé bara
besta efnags stefnan í heimi og leyfa ungu fólki að leika sér aðeins og sitja eftir og það finnst mér líka blessunin að vera í Harvard ég þarf ekki að vinna eitthvað mikið með námi Nei. Og ég get bara, setið með vinum mínum, við borðum saman kvöldmat og hádegismat og morgumat við erum að tala eitthvað sem í tímanum ég get, hitt prófessor, skólinn borgar fyrir og þú farir út að borða með einhverjum prófessorum stundum og þetta það sem mentunin gerist, ég var að taka þátt í einhverju leikritum með skóla því ég hafði tíma til þess og það blessunin og þar koma þessi svakalegu móment þar sem maður lærir og þroskast svo mikið af en ef ég væri að vinna ógeðslega mikið með skóla því ég var ekki lent í þessu En þetta áhugavert ég vænti þess að þú sért ekki mikið að tala á milli kennslustunda við fræðimenn, kennara og prófessora alltaf með HÍ, ég reyndar veit það ekki Ég veit ekki, en ég allavega veit að það aðeins meiri pressa hér til þess að þú þarft að vinna með námi oft bara fullt starf og mér finnst það svona pínu leiðilegt að heyra að það sé eitthvað sem þú eiginlega þarft að gera ef fólk kýs að gera það allt í lagi Það mun bitna á náminu augljóslega Pínu, já. Hlýtur að gera það. En ég hef stundað nám við erlendan skóla. Það var Sviss 1988. Ég naut þess mjög að vera Íslendingur. Það svo skemmtilegt. Það ekki ennþá þannig? Það uppáhalds áhugamálið mitt að vera Íslendingur erlendis. Ég man en Kári Stef sagði einhvern tímann einhver viðtali að það að geta sagt sögur frá Íslandi sé eitthvað sem hafi náð honum ótrúlega langt, miklu meira en eitthvað annað. Við erum svo mikil... Undirstaða hans velferðar? Ég veit það ekki, en við erum spyrja hann En við erum svo skemmtileg sagnarþjóð og ég held að allir Íslendingar hafi líka alveg lent í einhverju fyndnu eins og, ég var í Vesturbæjarlaug og það kemur Hallaforseti og eitthvað og inn í mér búið að blandast saman bæði Íslendingurinn sem lítur á allar sem jafna og getur bara, mér finnst ekkert erfitt að tala við fólk svo líka komin smá Amerikani í mig núna sem bara geggjað mikill extroverti og finnst ekkert mál að byrja samræður þannig blandan bara eitthvað svona hættulegt magn af extrovertisma og hjólaður í hana Já, ég sagði bara, ég og amma vorum eitthvað að tala einhverja heimildamynd og svo mætir hún í sér bara nei sælhalla og eitthvað svona sem hún að sjá þessa heimildamynd og eitthvað svona og hvað veðrið og eitthvað svo segir amma bara býtu þekkist þið og ég horfði á hana og ég bara nei, þetta ekki en þá var þetta allt í lagi og við bara, kynntum okkur og Þetta skemmtilegt Mjög skemmtilegt En hún hefur nú skilið þetta lingó og þetta menningarstönd af því hún hefur sjálf verið svo mikið í Bandaríkjunum Algjörlega og þetta það skemmtilegst í heimi og vinir mínum að hlæja þessu við erum öll frá mismunandi löndum frá Japan, Kýpur, Bretlandi og svo kannski kynnum við okkur og við segjum að já, við erum frá þessu landi Iceland, really? Svona, alltaf þetta og svo alltaf spurningin klassiska is it true that you have an app that you can see who's your cousin Já, það ennþá heitasta spurningin Oh my god, ég bara það verður mitt lífsstarf að eyða þessari sögu þetta sé eitthvað app sem við nota það rosalegt en það líka mjög gaman eins og ég var í Armeníu líka í sumar og það bara það var bara, fólk var bara, já, kaffi það bara mér, og einhver maður labbaði upp að mér og vinkonum minni og gaf okkur djús og bara, góðan dag, og bara labbaði í burtu ótrúlega gaman og það hvet ég fólk að fara eitthvað þar sem það eru engir Íslendingar eins og í Kína, þeir finnst það alveg magnað að við séum Íslendingar segja, woman should bing daren uppáhaldsetningin, við erum Íslendingar rosa skemmtilegt en það held ég ekkert annað land sem með jafn mikið clout og Ísland það bara eitthvað svona þetta bara eitthvað svona töfravæp sem við erum með að sé land þar sem það eru ennþá eldfjöll og jöklar og bara svona pínu villta vestrið á rosa skemmtilegan hátt Svona stundum skemmtilegan hátt en ekki alltaf Mér finnst alveg mest vera skemmtilegan hátt og bara það allar sögurnar sem við eigum og hálendið bara svo svakalega skemmtilegt og að geta labbað einhvert og maður sér bara engan fara á hotstrandir ég mikið að stunda það að fara á puttanum einhvert og oft gert það og öllum finnst það ógeðslega skrítið en bara lendi í eitthvað svona það byrjaði þannig að ég mista strætó og ég þurfti að komast eitthvað þannig ég bara, það ekkert annað að gera heldur en að bara fara á puttanum og úr varð eitt skemmtilegasti dagur lífsminns og bara lendi ég að frændi minn pikkaði mig upp og svo kom ykkur vinur pappa og þetta var alltaf eitthvað svona ógeðslega skemmtilegt og mikið ævintýri og stundum þegar fólk keyrir framhjá þá eitthvað
segir eitthvað, yes, I wanted to stop because I wanted to practice my English og ég bara, oh, sorry ég meina, við getum talað ensku þú vilt en já, þannig að þú veist, mér veist ég alveg svona þekkja pínu hvað þetta er þannig sé töfrandi samfélag líka og Töluðu þið svo bara ensku? Nei, við gerum það ekki en fyndi ég menna, ég var með bakpoka og ég var í regnkápu, þannig að kannski, þú veist Já. Mætti alveg segja að fólk kaldi þessi turisti og líka bara það að fara upp á jökul, það er klikkað ég fór í fjallamennskuna í Fas það bara, oh my god, það var eitt skemmtilegasta vor lífsmins og þá vorum við myndið að fara í vetrarferð og vorum að skoða einhverja íshella og þetta er bara, þú veist ég skil bara mjög vel hvar allar sögurnar tröll og álfa og eitthvað komu því þetta er svo svakalega töfrandi og svo einhvern veginn að reyna að hugsa eitthvað, já þetta er út af skriðþunga jökla maður bara svona, nei miklu rökræstari útskýring að það var einhver risi Þú ert ungur Íslendingur sem elskar þitt land Að sjálfsögðu, það verður að vera undirstaðan og það er mitt að taka þátt og að kvarta eitthvað á þingi, það er alls ekki út af því að ég hata Ísland, ég bara elska það rosalega mikið og vil taka þátt í því að framtíðin verði betri og þú veist með við vandamálin sem öll önnur lönd er að díla við þá er þetta miklu viðráðanlegra og bara, þú veist að það er bara nýtt fólk og það mun gerast náttúrulega og við unga fólki þurfum bara að vera dugleg í því að halda utan hvort annað, þú megum ekki missa hvort annað niður í, þú veist, það er svo auðvelt að vera einmana í dag mjög, þú veist, sérstaklega í sumar ég er ekki búin að vera að vinna mikið og ég er bara allir mikið ein og ég eitthvað, þetta er ekki gaman og það er eitthvað, heyri einhverjum vinnum, fara í sund og veist, já, ég held að segja eina bara við megum ekki missa hvort annað, við erum að vera duglega að fara í útileiki og, og fara eitthvað á puttanum og flippa og vera ekkert of mikið að stressa sig já Ég frétti á MR-partí í fyrrakvöld eða sem það var að koma saman nemendahópurinn sem verður saman í bekk á fyrsta ári í MR og þau fóru í fylleg Flott hjá þeim, það er geðveikt það er, ég tel að vera mikið svona renaissance, í útileikjum, þú veist, vink í pottin er geggjaður leikur og við vorum mikið í því í Flateyri, í lýðskólanum á Flateyri að fara í vink í pottin á Flateyri í myrkrinu, bara út í myrkrinu og þú veist, við kunnum all að fara í úlpu, það eiga allir góða úlpu og ótrúlega gaman bara að fara á víkjörnum líka snjóhús, gistum í snjóhúsinu, það var ótrúlega gaman þetta er mjög flott Heyrðu, það er búið að vera frábært að heyra í þér Gunnhildur Fríða Hallgrímsdóttir, það er hressandi ára yfir þér og af því að það er svona stundum maður getur fallið svolítið í það að festast í neikvæðinni og ofgaggrinni hugsun þá er óbúslega mikilvægt að við fáum svona jákvætt væp eins og frá þér hér í dag Já, ég held alltaf, þú veist, ég segi alltaf við þurfum bara að gera eitthvað nýtt og svo bara leyfum okkur að gera ný mistök og finnum eitthvað út úr þessu, þú veist, að það má ekki vera með eitthvað fullkomnur áratu eða þú veist, vera að greina allt alveg í smáatriði. Við erum svona öll cirka sammála og það er eitthvað að og svo þarf bara að spjalla saman og ég trúi mikið á það. Og við þurfum að vera duglega að læra af ykkur og þið lærið af okkur. Algjörlega. Og þannig komumst við á leiðarenda. Algjörlega. Takk fyrir mig. Takk að þér kærlega. Nú, það styttist á í annan og nýjan kafla hér. Allt það besta er ókeypis. Fáðu þér vatn að drekka. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, það er komið að fréttum frá Gaza. Magga Stína er hingað mætt. Velkomin. Hæ. Þú kemur alltaf með góða fréttir. Já, það eru eiginlega bara engar góðar fréttir. Nei. Við erum einhvern veginn svona, einhvern veginn, fólk hefur nú haft á orði að við erum séum farin að upplefa svona dystopískan veruleika. Já.
og það má bara með sanni segja. Það sko, þú veist, þetta bara, fréttum í dag að bara frá því eða á undanförnum sólarhring, það svona tímamismun, hafa 40 verið drepnir á sem bara venjulegt. Já, þetta svona einhvers að meðaltalið verið þetta 128 manns á dag undanfarna 10 mánuði. Og það heldur áfram? Já. Og engin sérstaklega líkur að það stoppi, nema það eru náttúrulega vopnahlésviðræður í Katar, hvað snúast þær? Já, þetta svona mjög svona blasir örlítið sérkennilega við því að það svo kallaðar vopnahlésviðræður sem eiga að fara fram í dag í Doha í Katar fyrirgeðu, og það sendinefndir Bandaríkjanna og Ísrael eru mættar. En þar sem að það ekki búið að leggja niður neitt umræðuefni, heldur bara eru sendinefndirnar mættar og Bandaríkin hafa verið að agitera fyrir því að Hamas sendi sína sendinefnd. En Hamas náttúrulega svona í ljósi kannski þessa síðast þegar þessa viðræður átti sér stað þá myrtu þeir samningamannin að þá segjast þeir ekki kannski á meðan ekki liggur fyrir neitt svona eindreginn vilji Ísrael fyrir vopnahlé, en Ísrael hefur sérst engan áhuga, það hefur náttúrulega margoft komið fram, engan áhuga vopnahlé, og að þá ætla þeir að bíða með sendinefndina. Bandaríkjamenn hafa engan á að vopna hléi heldur. Nei, þeir voru bara á því að það séu svona lítið út fyrir þessu viðræður í gangi. Þeir hafa verið að senda peninga til þess að fjármagna, senda vopn. Þeir voru bara að bæta við núna $20 billion. Og þannig að þetta svona, við erum kannski, og það kannski svona segir okkur mest það kannski hvers konar veruleika við lifum í, þannig að það eru sendinefndir Bandaríkjanna og Ísrael í Katar sem að vilja sýna sig þar og Hamas vill bíða eftir því að verði eitthvað umræðuefni eða eitthvað svona eitthvað efnislegt að takast á við í þeim viðræðum áður en þeir mæta og en þetta gerist líka á sama tíma og þú veist það eru mjög landtöku fólk með varnarmálaráðherrann Ben Gvir í broti fylkingar, þú veist það er verið að storma inn á Vesturbakkann og ræna landi og varnarmálaráðherrann fór með þúsundir Ísraela að Al-Aqsa moskunni sem svona kannski einn svona mesta ögrun sem þú getur framið þetta er svona þetta er þriðji svona heilagasti staður múslima Al-Aqsa moskan og bara eftir Mekka og Medína og og þar leiddan bænir sem kallað var en aðalega var hann að tala að það ætti ekkert að fara í þessar friðarviðræður og ætti bara að eyða Hamas. Það sagði hann við Al-Aqsa moskuna. Já, og það er með palestínsku. Já, þeir náttúrulega vinni því dag frá degi alltaf og þetta er líka svona sami maður og sagði að því það hefur nú verið umræðinni, það var svona sérstaklega ekki lítið fjallað það í íslenskum fjölmiðlum og vakti nú athygli held ég að þetta myndband sem fór á flakk út allan heim þar sem að sýnt var frá pyntingum Ísrael í herfangelsi, svona leynilegu herfangelsi ég held einhver svona eyðimörk sem heitir Neta eitthvað svo leið þar sem ólýsanlegt ofbeldi kynferðisofbeldi var framið það er einhvern veginn á svona einhverjum svona level að það er kannski ég treysti mér ekki til þess að fara út í lýsingarnar á því en það er sem sagt það meira segja svona opnaði athygli hjá ísraelskum mannréttindalögfræðingum
sem að létu handtaka þessa hermenn sem að beittu þessu viðbjóðslega ofbeldi og það fór nú ekki betur en svo að almenningur reis upp sko til þeim til varnar þessum þeim sem hefðu beitt ofbeldinu og með bara stjórnmálamenn í fararbróti líka stormuðu þeir sko bara í Hæstarétt Ísrael held ég og kröfðust þess að réttur þeirra þeir hefðu skýlusan rétt til þess að pynta fanga palestínska fanga og nauðga þeim ef þeim sýndist svo. Svo oft sagt aðgerðir stjórnvalda í Ísrael að þau hafi ekki bara rétt til þeirra heldur byrðið skylda til þess. Já, í raun og veru. Það byrðið skylda til þess að niðurlægja, myrða, nauðga og af mennska palestínumenn eins og listir. Já, hann segir orðrétt sko þessi Ben-Gvir, varnarmálaráðherrann. Hann segir sko að nauðganir séu algjörlega réttlætanlegar sko ef þeir eru gerðar í þágu þjóðaröryggis. Og þú veist, og ég hugsa sko, já, þetta svo getum að greint þetta og en þetta sérst veruleikin sem að við fylgjumst með sko. Það er búið að skilgreina þig, palestínumæður, að öryggi ríkisins stafar hætta þér. Og allt sem að ég geri gegn þér til þess að brjóta niður viljaðinn eða mátt eða getu til nokkura verka, að það í nafni föðurlandsins og heilu viðja. Þá hægt svona kannski, eða svona, já, kannski nærtækast að beina ljósinu þá að viðbröðum okkar hinna sem að á þetta með þessu fylgjumst sko. Og Bandaríkjamenn gera engin viðbrögð, þeir hafa svo sem hegða sem sama hætti, hvert fólki sem í Guantanamo og miklu víðar og það voru birtar myndir innan úr pyntingum í fangelsum í Írak sem að bæði herinn rak og svo einhverju svona fyrirtæki sem að herinn með í sinni þjónustu og oft í eigu ráðamanna. Já, og einmitt þegar Bandaríkjamenn þeir tjáðu sig nú eiginlega ekkert þessar pyntingar sko, nema að því leiti að þegar þetta Þeir eru ekki á móti pyntingum Bandaríkjamenn sko, þeir eru ekki aðilar að alþjóðlegum samningu sem banna pyntingar. Þeir telja sig hafa rétt á því að pynta það sem þeir vilja. En þeir tala sko, þú veist það vil ekki að þú pyntir sko, en þeir vilja hafa pynta og þeir vilja líka leyfa Ísraelsmönnum að pynta. Já, akkurat sko. Og þannig að þetta svona, við erum farin að svona, já, upplifa mjög Já, herðu Bandaríkjamenn 20 billjónir eins og þeir kallaða, það eru miljardar. Þetta eru svona það sem að kostar að reka íslenska ríkið í 2 ár sem að þeir eru að senda í vopn til þess að sprengja það sem að þú líktir við Garðabæ hérna daginn. Já, akkurat, 20 milljarðar til þess að sprengja sko svæði sem á flatamáli á stærð við Garðabæ. Og sérstaklega með öllum þeim þjáningum og það náttúrulega bara þetta eru auðvitað bara sko fréttir dag eftir dag að En ef maður færi kannski svona 2 mánuði aftur bara ekki tíman, að þá var svona sumt sem að benti til þess að þetta ástand á Gaza myndi hafa áhrif á forsetakjörið, þau myndi veikja Biden þannig að hann yrði að grípa til einhverja aðgerða til ef hann ætlaði ekki að tapa kosningunum. Já. Síðan hætti Biden við framboð sitt og Kamala Harris tók við og hún hefur ekkert adressað þetta mál að neinu viti. Nei. Og eiginlega engin mál. Það sem að virðist vera sko stefnan svo að þetta sé svona fersku frambjóðandi sem að gæti unnið Trump með því að vera ekki Trump eins og Biden svo sem gerði líka en svona að þau þarf ekki að mæta neinu svona málefnum í sjálfum sér. Heldur sé þetta bara sé svona eins og komin stemming í Bandaríkjunum að þetta kjósum ekki þennan skrýtna þarna Trump, kjósum frekar Kamala sem er svona eðlilegri en svona þannig að pólitísk umræða í kringum demokratana virðist hafa góð bara og það er ekki að sjá að andúð stórs hóps í Bandaríkjunum, ég myndi ekki segja meirihluta almennings, ég myndi ekki segja það en svona yngra fólks í háskólunum og fleira að maður verður minna var við það að allavega áhuga meginstraumsmiðlana á að þau mótmæli hafi einhver áhrif á komandi forsetakosningar. Ég hugsa að muni nú hafa sko mjög afgerandi áhrif.
Já, eða sem sagt, ég held að einmitt það er rétt sem hún segir, að Kamala Harris hefur verið svona kölluð það sem að empty suits, ég veit ekki hvað tóm jakkaföt. Hún hefur kannski ekki haft neitt fram að færa. Ég held hún ætli ekki að gera það, ég held að það sé bara möguleikin á sigri að það takist að koma bara einhver svona straum svona hugmyndina að nú sé komið nýr kafli eða nýr tími, það þarf ekki að vera neitt sérstakt Já, nei, ég held að hún er náttúrulega eindreginn stuðningsmaður Ísrael. Eins og allir stjórnmálamenn kannski, það getur kannski tínt út 3-4 út úr fulltrúadeildinni, annars þetta bara meira og minna fólk sem hefur bara svarið Ísrael hollustu sína. Já, en jafnvel þótt hún væri, þótt hún tæki einhvers konar uppeyju, að þá það þetta bandaríska þingið sem að hún per se tæki uppeyju. Að þá bandaríska þingið eru það sem ræður og það eru, ég menna, þetta allt. Kosningasjóður hennar myndu þurrkast upp og hún myndi ekki ná kjöri og ef hún hefði kjöri þá er eiginlega bara skotin. Já, og ég menna, ég held að, hennar hugur stendur ekkert til þess að taka þessu uppeyju, ég meina það er ekkert, hún er bara verkfæri, þessu IPAC. Það sem ég ég bara ekki tekið nógu vel eftir, en það samt ekki þannig, það eiginlega minni umræða mótmælin, það náttúrulega sumar, getur líka haft áhrif. Það mér finnst eins og að þetta hefur verið veikublettur á Biden, en Kamala ætli að láta vera þannig að þetta sé ekki veikublettur. En hún þurfi ekki að akta gegn þessum kröfum. Já, hún samt leikur það ekki mjög vel að því hún sussar svona mótmælendur þegar þeir eru fyrir henni. Hún telur að þessi geta þakka niður sem að Biden hefði ekki þorað að gera. Þess að hann taldi hans yrði að taka til þess. Hún telur þessi geta svifið yfir þetta. Já, og þetta er svona, en ég held kannski, bara því mín trú er svo að jafnvel þótt að auðvitað er það aðal valdsins að trúa því í lengstu lög að það geti þreytt almenning og þegar almenningur búin að mótmæla kannski 9-10 mánuði þá var hann þreyttur og gefst upp. Þar held ég að miskilningurinn sé hjá valdinu ég held að ef að hún tekur ekki afstöðu pólitískt með einhverjum gjörðum að þá muni mjög stór hluti bandarískra kjósenda ekki kjósa. Og það er þetta sem kallað er þetta er mjög svona stór hópur fólk sem hefur lýst því yfir það muni ekki ætla að velja ætla ekki að láta bjóða sér upp á þetta val Kamala Harris eða Donald Trump. Og þannig að þeim náttúrulega vanda á höndum en það bara kemur í ljós. En ég samt að spyrja hvort það geti verið að sé minna núna heldur að var þegar valið var á milli Biden og Trump. Þá voru það svona ákveðin issue sem að gátu ráðið því hvort ég mætti á kjörstaði ekki. Þegar Kamala mætir að þá er verið að reyna að setja þetta í að þetta er önnur kynslóð, þarna er kona, þarna er fulltrúi svartra og brúnna og þannig að kosningarnar snúast raunverulega það, svona eins og kaflaskipti í Bandaríkjunum sem snúast ekki breytta stefnu, heldur bara breytta ásýnd. Og þá gæti einhver sem hefði kannski ef valkosturinn væri bara Biden og Trump bara sleppti að mæta á kjörstað til þess að sýna demókrötum að þeir geti ekki sótt atkvæðið mitt bara með hvaða rugli sem er. Eins og margt að koma upp á yfirborði að í þessu að þá var talað að fyrst eftir að hún var ljóst að hún færi fram en ekki Biden að þá voru svona kosningasjóðir það voru og það var að tala að almenningur hefði kippt við sér og alveg mókað peningum sínum. Ég heyrði þetta að það var rúf og svona eins og það væri eitthvað svona raunverulegt pólitísk umræða að það hefði komið eitthvað með peningur inn í einhverja kosningasjóðu einn daginn. Já, en svo náttúrulega komið í ljós að þetta var alltaf búið að og eins og þetta væri sönnun að þetta væri rétt ákvörðun demókrata, að þetta væri leið til framfara af því að ríka fólki hefði dælt í þetta peningum. Hvernig hefur verið að bjóða mann upp á svona? Já, en þetta hefur komið á daginn, fólk fór að rannsaka málið og það hefur komið á daginn að þetta er ekkert, það er engin breyting á því hverjir það eru sem er að styðja demókrata, það er bara, það er ekki almenningur. Nei.
Nei, og þeir henni ríku í Bandaríkjunum, þeir standa allir meira og minna með aðgerðum Ísraelsstjórnar, standa meira og minna með þjóðamorði. Þingi þar og forsetinn styður það líka og skattfé almennings sent hana út til þess að myrða palestínumenn og hreykja það á landi. Og við styðjum, og okkar utanríkisstefna náttúrulega meira og minna útvistuð til Washington. Já, og þetta sko, og ég meni raun og veru, sko, er samt sko umræðan orðin miklu háværari það hverju eru samsykir sko þessu þjóðamorði. Að því raun og veru þetta, þetta farið að blasa við sko sem stríð Bandaríkjanna í Miðausturlöndum. Að því nú eru þeir sko, nú er ágrunnin á alla bóa, það sko, með Hizbollah, Íran, það verið að æsa upp til eins allsherjar stríðs og það er náttúrulega bara á vegum þessar stóra ríkis, Bandaríkjanna. Já. Herðu, Kristína, þú verður með þátt Palestínu, fréttir á Palestínu? Já. Það í framhaldinu, hvað verður í bóði þar? Það er alltaf Hjálmtýr Heiðdal sem er formaður félagsins Ísland-Palestína og Katrín Harðardóttir, þýðandi. Þau ætla að koma og spjalla við okkur Söru Stef Hildar og það er svona bara svona spjalla og það er nú síst hægt að segja þessi á léttunótunum en ég meina við bara svona ræðum fram og aftur ástandið og kannski líka svona svolítið tengsl sko, þú veist hvernig Íslendingar, að Hjálmtýr hefur sko spáð svolítið mikið í það, hann skrifaði bók og það sem að hann fer svolítið ofan í aðkomu íslensku ríkisstjórnarinnar að bara í gegnum tíðina sko. Já, Thors í Sameinuðu sem sendi þeirra. Já. En ég sagði upp að þú verður að koma bara með slæma fréttir og þú og Hjálmtýr og fleiri ferðist bæinn með klútana þegar tákngervingar þessa ástands og þú veist að segja áðan að stjórnvöld væri svona bíða af sér, getur beðið af sér svona mótmæli og það er bara að stjórnvöld virðast geta beðið af sér sko undirskriftasafnanir, þeir safnaðir 86.000 undirskriftum til styrtar til stuðnings heilbrigðiskerfinu og bara ignoruðu það og þau eru alltaf að vera betri og betri í því að sinna ekki mótmælum eða þeim alveg sama þótt að ríkisstjórnin njóta einskis trausti í skoðanakönnunum eða flokkarnir að hrynja, það bara kemur þeim ekki við, þannig að þol stjórnvalda við að fara gegn vilja almennings og eins og í málefni Palestínu, það sem hefur komið fram í könnunum að mikill meirihluti almennings vill að íslensk stjórnvöld styðji með eindregnum hætti frelsisbaráttu Palestínumanna, þá er stjórnvöldin hér eru bara rosalega brimmari fyrir það í lýðræðisríki að stjórna ekki í takt við vilja lýðsins og þurfa bara ekkert að taka til þess og þetta er bara, mótmæli eru bara eitthvað leiðindi og það er bara eitthvað óanægt fólk og þetta er óanægju fylgi ef við tapar fylginu, þetta er óanægju fylgi þeir kalla þá eftir fólkinu sem að hleypur frá þeim, þeir kalla þetta er óanægju fylgi, það er bara gott að vera laust við þetta og eitthvað svona. En það sem ég ætlaði að spyrja, því ég sagði að þú kemur bara með slæmar fréttir og það væri svona, eitthvað af þessu er svona þol okkar til þess að standa með do the right thing eins og það er sagt. Verður þú varfið að það sem þú kemur að sérðu í augun á fólkinu að kemur Maggastína með þetta Palestínu, þá var þú að fara að tala um það eitthvað? Já, nei, sko það er hægt að svara þessu bæði já og nei, kannski. Þú veist að við bara eftir ákvaða tímum sko sólarhringsins þú fer í heitapottinn sko. En ég held að Íslendingar almennt náttúrulega séu sko skýrir í afstöðu sinni og kannski fólk út allan heim, bæði hér og annar staðar, sko verður skýrara í sinni afstöðu. Og ég finn að svona almennt, sko, þú veist að því það er eitthvað svona þanþol sem fólk hefur gagnvart ofbeldi, greinilega, þú veist, og þótt, kannski ég hafði ekki jafn mikið þanþol gagnvart ofbeldi og margir að þá finnst mér eins og svona almennt sé fólki sé bara fullkomlega ofboðið, sko. Þannig að ég myndi, sko, eða er allavega mín von að það verði, sko, að núna, sko, kemur haustið og allt þetta
og það allavega mín vona að hérna almenningur auðvitað síni sko sinn vilja í verki og það til dæmis ganga á laugardaginn, mótmæla ganga hérna til stuðnings Palestínu. Frá Hallgrímskirkju niður á Austurvöll. Og það sko skýlaus krafa á stjórnmálaslitum við Ísrael til íslenskra stjórnvalda, algjörlega skýlaus krafa. Og þetta eiginlega bara gengur ekki lengur sko og ef við ætlum að kalla okkur sko friðsama þjóð, þú veist það hérna þetta sama stjórnmálafólk og að hérna án þess að spyrja kónga eða prest sko dæla peningum til vopnakaupa til þess að drepa hérna unga drengi, rússneska drengi og hérna eða skjóta bara inn í Rússland eða bara hvað sem það bara skjóta eitthvað þar inn í Rússland. Já, að þá hérna held ég sko, þú veist, ég held að Íslendingar sko hafa svona tilneigingu til þess að það einhver svona vendipunktur, þú veist, hafa einhvern svona snúningspunkt og mér þá tilfinningu að hann sé að nálgast. Já, þannig ef að stjórnvöldur ætla að býða þetta af sér, að þá hérna sko. Radarinn sem að þú ert sem að lappar samfélagið. Já. Að þú getur ekki sagt við að þetta sé almenningu sé alveg að fara að gleyma þessu og fara að tala um kynskipt klósett eða hvort að kirkjugarðar eigi að heita griðarstaðir eða eða hvort að til og með ábyrgð lögreglunum sé réttlætanlegt sko eða þú veist hvað sem það sko. Ok, herðu, gangið vel með þáttinn á eftir. Takk. Og takk fyrir að koma, við sjáumst eftir helgi. Já. En við höldum hérna áfram hérna við Rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim. Næsti kafli eftir augnablik. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Já, við ætlum enn að halda áfram að ræða hvað það að vera ungur Íslendingur. Við höfum rætt við ungt fólk það, við höfum spurt unga fólkið sjálft þeirra spurninga. Og það komið að því að við fáum fullorðið fólk til þess að ræða aðeins það sem að við fullorðin vitum til dæmis líðan ungra Íslendinga. Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir, hvar ætlum við núna að bera niður? Við ætlum að fyrirhitta hinn síunga framkvæmdastjóra Geðhjálpar, Grím Atlason. Já. Sem að veit kannski meira en margur líðan ungs fólks á Íslandi. Það nú ýmislegt sem að ratar inn á borð til Geðhjálpar og þú hefur líka setið í nefndum, Grímur, sem fjalla til dæmis tækjanotkun barna í skólum og ég að vona að þú segir okkur allt þetta, veruleika barna, símanotkun, tölvur. Erum við að ganga frá ungu kynslóðinu með því að leyfa þeim að vera í símónum? Má ég kannski vera með eitt stuttan formála? Já. Áður en þú fræðir okkur, Grímur, að sko það voru 2 punktar sem mér varst áhugaverðir sem komu fram í spjallinu við unga fólkið á mánudaginn. Annar var sámanstu, Steina, að þau segja að ungir foreldrar væru í rauninni miklu betri foreldrar heldur en eldri foreldrar þegar kemur aðhaldi gagnvart börnunum varðar snjallsímatæknina og óhóflega internetnotkun og samfélagsmiðlanótkun. Já. Mér fannst það áhugavert. Og svo þau eru meðvitari það kannski hvað þetta hættulegt. Já, ég tengi svo við það sem að aldrað foreldri getum að sagt. Og veist, ég var frekar gamall þegar ég eignaðist mitt síðasta barn að ég þorði ekki að grípa inn í einhvern veginn, hvað maður segja, tækni tímans. Ég þorði ekki að aðhafast. Ég hugsaði bara að þetta verður allt í lagi. Og svo var það hitt sem kom fram hjá Sóleyju Lóu Smáradóttur, 17 ára, að unga fólkið sjálft óttaðist þessa tækni svo mikið og væri að ræða leiðir til þess að losna undan henni. Þetta fannst mér setja það í samhengi að hér, við erum ekki að tala bara eitthvað mál að gamalt fólk að nöldra yfir því að ungt fólk hefur breytt venjum sínum. Unga fólkið sjálft vill komast undan þeim venjum sem hafa orðið að veruleika. Einhver þeirra allavega. Já. Og ef við bara Grímur tengir þú sem sagt, færðu inn á borð til þín tilvik þar sem að ungt fólk bara í þessari fíkn og vill endilega bara komast undan henni?
snjallsíma, internetnotkun, depurðar? Já, sko, fíknihegðun okkar hefur nú fylgt okkur í rauninni í árþúsundir kannski. Ekki það ég viti nákvæmlega, sko, það svona ekki mikið rannsakað þannig kannski aftur í tíman, það er að tala 2000 ára, en við höfum alltaf notað eitthvað og síðustu, náttúrulega við þekkjum það hér og síðustu, allavega síðustu 100 árin er þetta mjög rannsakað topic, fíkn mannkynsins og ég held að sé engin, sko, ekki svona mikil breyting þannig á því. Þetta er hluti fíknihegðun og þetta er bara birtingamynd fíknihegðunar og það er eitthvað, hvar er orsökin, hvar liggur hún þarf ekki endilega að vera sjálf tækið eða þannig. Það getur verið birtingamynd. Já, það er birtingamynd en hins vegar það er alveg ljóst að við sjáum meira og meira af því að því að, þú veist, einu sinni kannski, þá var það eina sem komst í, voru kannski áfengi eða fíkniefni eða spilakassar eða eitthvað slíkt og þá var það birtingamyndin hjá þeirri ungu manneskju og þú veist, fólk fór þá á vog eða eitthvað slíkt. Nú eftir á móti að þá eru fleiri og fleiri sem að, þú veist, burt sér frá því, við tölum svona ekki þetta almenna heldur þetta sérhæfða, þú veist, þegar fólk er komið í mikla neyslu og það hefur aukist mjög síðustu árin, auðvitað með því að við bara aðgengi að þessu er þannig að við erum bara með þetta alltaf. Þá er alltaf einhverjir sem fara mjög langt. Hins vegar svona almennt og þá er þetta er svona, þetta er margt, þetta er tvíbent af því að það er svo auðvelt að segja, sko, tæknin er henni er að kenna. Þú veist, símónum er að kenna. En það eru þetta ekki bara það. Það eru hvernig er samfélagsgerðin. Það er hins vegar alveg ljóst þegar við skoðum statístík það hvernig börnum líður og hvernig við sjáum þetta bæði á tölum frá landlækni, við sjáum þetta í lyfjanotkun og annað, svo sjáum við þetta líka í tölum frá rannsóknum og greiningu þegar að vera að spyrja beint út í líðan barna í skólum, svo sjáum við þetta í þessari PISA-könnun, þetta eru svona kannanirnar sem eru gerðar á hlutum og það er súlan síðustu 10 árin, við tökum 2013, þá leið 81% barna því yfir í grunnskóla 8. til 10. bekk að andleg heilsa væri góð eða mjög góð. Í dag er þessi tala 59%. Hefur farið niður þrátt fyrir aðgerð ríkisstjórnarinnar held í 2016, það var aðgerðaáætlun að það átti að fá þess að tölu upp í 90%. Og það þetta segir við erum alltaf að gera eitthvað sem er ekki við erum bara að gera hlutina án þess að vita hvað við erum að gera. Og þetta er eitthvað svona ríkisstjórnin setur 10 milljónir í verkefnið og barnamálaráðherra kemur og segir eitthvað. En hvað er það í rauninni sem veldur þessu? Og svo sjáum við lyfin á hinnum kantinum og þar er til dæmis kvíða og svefnlyfja notkun barna hjá stúlkum og drengjum að það við erum að tala 400% aukningu á 10 árum. Tölurnar er reyndar ekki háar, þetta fer úr 2,1% í tæplega 7% og síðan í þunglyndislyfjum það sama. Þunglyndislyfja notkun og þá ef við skoðum stúlkur sérstaklega eldri en 10 ára þá er þunglyndislyfja notkun búin að aukast mjög. Við erum að sjá það og síðan við förum í svona aðeins eldri hópin, 18 til 40 ára, að þá er 25% kvenna taka þunglyndislyf. Þetta eru svona vísbendingar, þessi heilsu vísbendingar, má segja, eða það hver staðan sko er og hún hjá hamingjusömustu þjóð í heimi. Ísland, í heimi, já. og síðan koma tækin og það er alveg ljóst að tækin hafa ekki þau eru ekki, þú veist, sko, við kunnum svo lítið með þetta fara, sko, að því leiti, sko, umgangast-hluti, hvernig er besta umgangast-hluti, hvaða er sem er þetta, við þekkjum það ekki og þetta er óþekkt og þetta er alltaf sama. Hins vegar er það líka svo sem það sem að kannski andstætt þess í því sem að Sóley 17 ára sagði, að þá er það líka þannig að við, og þú varst að tala að eldra fólk á hverjum tíma lítur á ungu kynslóðuna að hún sé að fara til helvítis. Það hefur, sko, hvort sem það er vegna einhvers eða eitthvað, þú veist, það var að gerast fyrir 50 árum, það var að gerast fyrir 3000 árum,
þegar Aristóteles, 2500 ára þegar Aristóteles sagði þetta. Það hreinlega á að vera þannig. Já, á að vera þannig. En að því þú varst að tala fíkn, skiptir einhverju máli hvort það eru símar, tölvur eða brennivín, það að vilja deyfa sig, komast út úr einhvers konar ástandi er alltaf leið fólk til þess að lækna sig, lækna einhvers konar vanlíðan. Það vitum við nú, þetta er ekki bara af því bara sem fólk gerist fíklar einhverju tagi, börn eða fullorðnir, sko, það er verið að reyna, fólk er einhvern veginn að reyna að bæta líðan sína með því að nýta sér eitthvað, hvort sem það er lyf, brennivín eða skjátími. Fixa sársauka? Ég held að það er alveg rétt. Fixið við fixum okkur með kynlífi, við fixum okkur með vinnu, við fixum okkur með dópi, við fixum okkur með einhverju. Bara einhverju flótta, mat sjálfsögðu, og það er þessi flótti frá einhverju. Hins vegar að þá er alveg ljóst að við sko símar og það eru forrit í þessum snjallsímum sem eru eins og TikTok og bara mjög margt annað, Instagram og allt sem þetta eru meira þess að Facebook, þó að það höfði meira til eldri kynslóðar, og þá eru það eru fíknivakar þarna sem gera það merkum og þú liggur í því og þú ert einhvern veginn að missa af einhverju, og þetta hefur áhrif á dópamin búskapin, þó að það séu svona, það er ansóknir séu svolítið svona skamt á vegi komnar, að þá er samt þannig að það er þessi sko tilfinning að manni líði bara allt í nú illa þegar í rauninni maður er ekki að nota neitt og þá er kannski þannig ástandið í heilanum að maður er akkurat í bara því sem maður myndi teljast svona sæmilega eðlilegt ástand á dópamin búskapnum, en við erum bara í baðinu og þegar þú ert alltaf í baðinu sko í miklu þurft að fá svona rush endalaust að þá þegar að hægir á og þetta er bara, þetta er alveg svo vera þegar maður er að djamma mikið, þá er maður í þessu dópamin russi og svo hættir maður og þá líður manni mjög illa. Já, af því þetta er líka sko, þú veist, öll þessi snjallforrit og Facebook, Twitter, TikTok og allt þetta eru náttúrulega njósnaforrit sem læra að þekkja þig og þekkja þig orðið inn og út, þannig þau halda viðsvítandi að þér efni sem heldur þér við efnið og þannig geta þér búið til úr þér markaðsvöru leið, þannig að þú veist, við erum svona eiginlega öll bæði börn og fullorðin orðin svona markaðsfangar hjá þessum risum. Eðlilega, það er ástæði fyrir því að mennirnir í Silikondalunum sem eiga börn, að þau fá ekki að nota þetta. Það er ástæði fyrir því að hjúta bara einhverju. Oft til þess vitnað. Já. Ég man sko hvað ég var hissa þegar ég heyrði í fyrsta skipti, ég man ekki hvað árin eru mörg liðin síðan, kannski 3 eða 5. Þegar ég heyrði fyrst vitna til rannsókna að geðheilsa ungs fólks og barna hefði hrapað mörg prósentustig þegar samfélagsmiðlar bara héldu innreið sína inn í líf. Það eru þetta eins og rannsóknin sem að gerða á, ég held að verið Fiji eða Samói, að það voru konur á Samói, það voru svona mannfræðingar sem voru að rannsaka þær, að allt í einu, að því þar borða maður, það er mikið borða hrár fiskur og þannig að þú ert svona holdafar þykir ekki, hér það sem að, þessi skinny veröld, þessi mjóa veröld, að holdafar á Samóim að svona, fólk þéttara. Það er ekki flott að vera búið. Kyrrahafseyjurnar eru þannig. Nema að það gerðist bara, konur fóru að vera óanæðar með sjálfa sig á þessum eyjum. Man ekki út af að Fiji eða Samóa, en að minnstu kosti og þeir fóru að rannsaka á hvað við gerst og þá var það að sjónvarpið kom og það var bara að þú fórst að sjá þessa, því það er bara sama í sjónvarpinu er þetta alltaf, þetta er bara staðlað eitthvað. Þú barst í sama og þú ert þessi samaburður og það er það sem að gerist líka. Svona curated mynd af heiminum, þar sem allir eru fallegir, grannir í góðu formi og svo framvegis. Og það er það sem er erfitt þegar maður, þegar maður berða saman, var þetta komið þegar ég var krakki að einhverju leyti, en það var samt svo erfitt, eins og klám og annað. Það var svo miklu auðvitað er öll forvitin, öll ungmenn eru forvitin eitthvað sem er bannað og klám þegar ég er krakki, auðvitað er ég forvitin það, en að nálgast það var vesen. Það var bara vesen og einhvern veginn og
og þá þetta ekki svona, en í dag Samúel kannski eina blaðið. Já, einhvern veginn og Samúel, já, eitthvað svona sem ekki gleyma honum. Nei, og þú veist, og líka, en þetta var eitthvað sem en þú veist, þetta var bara svona, það var bara allt annað. En nú þetta bara svo hratt og þetta svo, og við missum okkur og það er kannski það sem maður hafa ágjur af. Þetta er eins og það búið að rannsaka það talsveit, eins og kynhneigð barna og því það sem kemur upp og það er alvarlega birtingamyndin. Þegar ungir krakkar, bæði strákar og stelpur, þú veist, þeirra reynsla að kynlífi og kannski bara fyrsta reynsla er einhvern veginn svona mjög klámkennd, margir í einu og eitthvað svona rugl, sko, því það er eitthvað sem að bara þú veist, veröldin, þegar þú ferð inn í þennan heim svona ungur og þá veist ekkit hvað og þú hættir heldur ekki, þú verður bara líka fíkill í það og þá veist í rauninni ekki hvað er, þú veist, svo kallað eðlilegt. Og svo kemur COVID ofan í, sko, þessar breytingar og er ekki alveg ljóst að COVID hefur haft áhrif til eins verra á líðan ungra Íslendinga sem og bara þjóða í kringum okkur. Jú, og það var hins vegar, sko, það var alveg vara við því. Það var, þú veist, alþjóða heilbrigðisstofnunin, hvaða skoðun sem hefur á henni, að í upphafi faraldurs, og við erum að tala í mars 2020, þá kom svona í rauninni yfirlýsing sem var þannig að þú veist, þessi faraldur þetta verður geðheilbrigðismál. Það verður það sem að mun verða erfiðast. Af því að við erum í reynsla því úr stríðum og öðrum svona stórum kreppum. Það er öðruvísi samt með svona peningakreppur. Það er lokaði ekki, það er bara peningar. En þetta var svona öðruvísi, þetta var svona meira eins og að vera, og það er ekki að bera það saman, ég er ekki að segja, það er meira samt svona eins og það sé loftárás. Þú ert að vera inni og lokaðir inni og getur ekki farið út. Þó að það sé, við erum ekki að líka því saman. Ég bara segja samt það er meira í þá áttina og þeir vöru við því og það var talað um það. Við bentum á það Geðhjálp og við bentum stjórnvöldum á það, við bara ítrekkuðum það allan þennan farald og eftir það og núna, ég með þess að skrifa grein um þetta núna í Geðhjálparblaði sem að kemur út núna í septemberlok, þar sem ég er að fara yfir ákveðna þætti sem ég get, safna gögnum og það er alveg ljóst að þetta hafði þau áhrif að börnum og ungmennum líður verð í dag og það er ákveðin barna, það eru læknar, geðlæknar og barna- og unglingageðdeildinni segja að bráða innlögnum, það sem er svona emergency, þessi bráða innlögum barna vegna geðrænna, sko einhver svona áfalls, hafa aukist ég heldur að það sagt 200%. Á þessu semst eftir þetta. Það er mikið sko. Það gleymist aldrei þegar stjórnvöld hrósa sér að því hvað vel hafi gengið í COVID. Það er nákvæmlega þessi mannlega hlið, sko, vanræksla aldraðra og einangrun ungmenna, náttúrulega það var þarna, bara stór hluti ungs fólk sem einhvern veginn misti af, þú veist, því á unglingsárum að svona þroska sinn félagsþroska og þú veist, hvað er hægt að gera fyrir þessa krakka, því að augljóslega náttúrulega sættu þau þarna einangrun og svona fór á misið ýmislegt, sko. Sko, það er auðvitað, fyrsta leið kannski ég myndi að segja að þetta gerðist og vera bara, og ekki hérna, og ég held nú að það er minnst kosti það að vera að tala um þetta en það þarf að viðurkenna það, þetta er alveg mál sem þarf að taka á og það þarf að taka á því með því að þú veist, við þurfum að skoða, erum við bara og það varð náttúrulega líka mörgum fjölskyldum megn bara að vera saman öllum stundum. Þetta var, við erum, og þú veist, við erum þetta búin að koma okkur upp einhvers konar, þú veist, við erum svona einangrun, við erum búin að einangra okkur í þessum húsum okkar einhvers staðar í þetta er svo, þú veist, það vantar. Ég held að það væri, við erum við fólk, við erum það miklu meira en við höldum og það er einhvern veginn að optimal ástandið sé að maður búi einhvers staðar einhverju íbúð með sínum, þú veist, með sinni konu eða manni og 2 börnum og það er, þú veist, einhvern veginn með engan í kringum sig og það er bara mjög erfitt og þið sjáðu bara foreldra í dag, akkur það er ástæði fyrir því að hérna, og það hefur alveg verið í mörg ár að foreldra sem eignast fyrsta barn að þau skilja 50% af þeim skilja fyrstu 2 árin, þau bara skilja og það er ekki út af því að þau get ekki búið saman skilju, það er einhver hjónabönd jú vissulega að sambönd er alveg ónýtt skilju, og fólk aldrei vera saman en það er eitthvað annað, það er eitthvað annað í þessu, það er bara við erum búin að ákveða að setja okkur í eitthvað svona, þú veist, allir á þessu hjóli að hlaupa til að kaupa, til þess að gera, til þess að vera í þessu samfélagi sem er mjög markaðsdrifið í staðins kannski að stoppa, betur hvað er best og eins fyrir krakka
það er ekki best fyrir krakka að loka þau inni. Það er ekki best fyrir neitt, en það er alveg sérstaklega ekki best fyrir krakka að gera það þannig og á mótunarskeiði og ef við gerum það, hvað þurfum við að gera þá? En það er bara enginn að spyrja þeirri spurningu. Svo kemur bara alltaf þetta sama, það eru mikið ástand í skólunum, við þurfum að kennararnir eru ömulegir, foreldrarnir eru ömulegir og svo rífast menn það og svo bara eftir 5 ár kemur aftur þessu umræða, kennararnir eru ömulegir og ég er að skrifa skýrslu, við ráðundur að vinna þetta. Þetta er bara samfélagspæling sem við þurfum að fara dýpra í og taka ábyrgð á. Af því annars höldum við bara áfram að búa til þennan vanda og markaðsetja þetta óheilbrigði sem við erum alltaf að gera. En er þetta ekki bara eitthvað stórkostlega brenglað verðmætamat? Jú. Sem stýrir þessari skekkju í samfélaginu og þessari vanlíðan. Kannski ekki bara barna, heldur líka bara fólks almennt. Að fólk er þessi ímyndarveruleiki sem að fólk leiðist út í að uppfylla. Það er lítið innihald í honum. Við sjáum það bara, við skulum segja þú veist, eins og til dæmis núna þú veist, ég tek alltaf þetta dæmi, við erum að selja Íslandsbanka þá borgum við ráðgjöfum 3 milljarða fyrir það og finnst það bara gott, bara mjög vel, bara frábær sala en nú er hérna eitthvað sko, við þurfum að vera að opna lífsbrú sem er svona til þess að hjálpa, þú veist, að því að 35% ungs fólks á aldrinum 18 til 29 ára sem deyr, það tekur eigi líf. Og 35% af fólki 35% og af þeim sem deyja þetta er bara helsta dánarórsök fólks á aldrinum 18 til 29 ára. Reyndar er þetta helsta dánarórsök líka barna á aldrinum 11 til 17 ára. Það er sama prósent, 35% af þeim sem dóu á 5 ára tímabili 2016 til 2020 tók eigi líf. Hvað eru það mörg sjálfsvíg á ári cirka? Það er, sko sjálfsvíg á ári á Íslandi eru í kringum 40 og það deyið þetta ekkert margir á þessum aldri, hins vegar að það skulle 35% og 35% af þeim sem deyið á aldrinum 18 til 29 ára taka overdose. Þannig að 70% af börnum, ungmennum sem deyja, ungu fólki á aldrinum 18 til 29 ára tekur óstóran skamt og Lífsbrú er frábært verkefni sem eru að stofna Guðrún Jóna Guðlaugsdóttir sem að sjálf er aðstandandi og misti drenginn sinn, hún er í forsvari fyrir þetta og við erum að 20 milljónir þetta ári 20 milljónir. Þetta er, þetta er verðmætamatið og svo fer ég að vinna á geðdeild og ég er ráðuðungað, ég er 18 ára, ég var, þú veist, þannig var það þegar ég var, nú er það 20 ára en þú ert ekki á neina menntun. En ég ætla að fara í banka og þú veist, vera það bara gjaldkeri. Þú veist, þá er þetta helst að vera komin með viðskiptafræðina, sko. Þetta er verðmætamatið í okkar samfélagi. Það snýr allt á haus. Þetta er bara rugl, þú veist, og þá er ég ekkert að tala auðvitað að vera góður viðskiptafræðingur í bankanum, það er fínt. En að það skuli vera, þú veist, en við gerum þetta ekki með allar heilbrigðisstéttir, ef ég fótbrýt mig þá kemur engin heimspekinemi og gengur frá þessu. En með mína geðranar áskoranir og annað, þá er bara jafnvel líklegra að ég fái heimspekinema eða bara einhvern sem að hætti í leikskólakennarunum eða eitthvað sko, sem að er að tala við mig sko. Og þetta er verðmætamat sem eru þetta algjörlega óásættanlegt og við er þetta bara samfélagsmál. Við þurfum að segja samfélagi, við viljum þetta ekki lengur. En ekki alltaf bara benda á Ásmund Einar og eitthvað svona fólk. Nei. En það að lífsbaráttan sé harðari og meira óöryggi og meira húsnæðisöryggi, fólk við minna á milli handana, þetta lítur líka að spila inn í það hvernig fjölskyldum og börnum líður í landinu. Það er aukinn stéttskipting, það hljóta að vera ólík vandamál sem steðja krökkum sem að koma frá efnameiri heimilum og heldur en þeim sem koma frá efnaminni eða hvað? Já, það er sko, þetta er sko, það er auðvitað ekki, þú veist, jaðarsetning vegna fólk sem er fátækt og það er ekki gott, það hefur áhrif á börn, það er alveg á hreinu og en hins vegar, að þá er það líka þannig að búa í þú veist svona hálf einhvern veginn þegar heimurinn er svona mjög svona á yfirborðinu slett og fellt og mikið af peningum og annað, það er líka, það er ákveðin firring sem fylgir því og það eru geðheilbrigðis, það hefur áhrif á geðheilsu líka. Þetta er sko bæði er í rauninni ekki gott, þú veist, það er hins að þetta sem að var einu sinni, kannski þetta íslenska samfélag sem að við
þekktum og kannski ennþá til en samt við erum því miður að missa það svo lítið. Þetta var í rauninni, það var ekki að tala stéttlaust samfélag, það var ekki að tala það. Hins vegar að þá vorum við öll kannski í sama skólanum. Veist, núna hins vegar komið meira af svona hverfum. Við erum að hverfa frá því að það voru í fellaskóla bara krakkar frá öllum heimilum. Í dag það krakkar mikið frá sem eru erlendu bergi brotin og svo krakkar sem eru íslensku bergi brotin en eru félagslega vandamál í fjölskyldunni, jafnvel 2 kynslóðir eru þar. Svo ferði kannski einhvern annan skóla, Fossvogsskóla, og þá engin þá er í rauninni frekar monotónist umhverfi og í Garðabæ og Seltjarnarnesi. Þetta ekki góð, ég held að þetta sé ekki gott í svona litlu samfélagi, af því að við þurfum eiginlega, og það er að vera einhvern veginn, það er kostunum við svona samfélag, að við séum ekki með sérskóla, einkaskóla, einkasjúkrahús, allt þetta, því þá munum við alveg tapa okkur. Það er mín, það er bara hefur sýnt sig, og ég held að í svona samfélagi svo Ísland sem því miður er svo lítið við erum farin að fara þangað, sko. Af hverju svona flókið að banna símanotkun í skólum ef það er vandinn, ef það er hluti af vandann? Já, sko ég man alltaf eftir svona fáránlegum reglum eins og bannað að vera með húu og eitthvað svona alls konar rugl sem var í gangi þegar kennarar sem gengum og slóu í hausina og drengjum fyrir að vera með húur inn í tímum. Það held ég margt sem ég er búin að missa mörgu. Ég alveg, ég hljóma nú kannski líka svolítið gamalt að segja, það ákveðin svona agavandi sem að kemur með mörgu. Við erum einhvern veginn réttindin, við erum alltaf að tala réttind okkar. En hver eru skyldurnar? Hvernig búum við til þannig? Þú hefur réttindi og hefur svo skyldur. Þú hefur alveg réttindi til að vera með borgarlega óhlýðni og allt það, en ég að tala bara um réttindi og skyldur og svona framkomu. Og við höfum dálítið farið að leið þarna að mínum mati og alls konar svona hlutir. Foreldrar geta setið í tímum með börnunum, þetta allt orðið einhvern veginn, og við ef það eru kappleikir þá eru foreldrar með börnunum. Foreldrar eru farin að skrifa háskólakennurum bréf. Þetta minna Kvarta hefur því hvernig sé farið með fullorðnu börni? Já, og eitthvað, einhver engun og eitthvað svona rugl. Það er vandinn. Við sími, og það er einhvern veginn, ég veit ekki akkur hann er ekki betra að börnin kenni sér sjálf á þessa tækni heldur nokkuð tíma, því að þessi eins og vorum að tala á þann, þessi fullorðnu aðeila sem eiga að vera einhvern veginn að það er svo mikilvægt að kunna þetta og nota þetta í náminu og eitthvað svona, til hvers? Akkur ekki bara að læra nákvæmlega eitthvað allt annað heldur en það að vera með þessi tæki. Það væri, að því við munum alltaf, þau munum alltaf komast í það. Heldur bara að vera, hvernig lítur dúan út og fara að skoða hana, og vera bara í því í skólanum. En þetta er auðvitað ekki fyrir mig að segja, en að móti þá vil ég samt segja, ég skil ekki, að því þetta er alveg sama hvernig við lítum á það, þá hefur þessi tækni hennar gallarnir eða aukaverkanirnar eru ansi miklar og kostirnir eru miklir en aukaverkanirnar eru það líka og þær eru þess eðlis að við erum að sjá bara mjög mikla breytingar hjá mörgum svona með þessa líðan að gera og í rauninni hvernig samskipti eru. Ég held að þetta sé eitthvað sem við ættum að af því að það nú talað þennan agavandamál og börn sé ekki eins öguð og kennarar kvarta svolítið yfir því og kennurum finnst þeir eiga heimtingu á einhvers konar virðingu frá börnunum en er einhvern tímann hægt að krefjast virðingar? Það er náttúrulega vandamálið og sama, maður getur ekki heimta það að barni manns beri virðingu fyrir óskum manns eða þeim reglum sem maður setur. Þetta er eitthvað sem verður til í samskiptum okkar á milli og ég bara þekki það eigandi fjögurbarn sem hafa gengið gegnum grunnskóla og oft hafa kennarar gripið til þess að
biðja börn að vera í símanum til þess að losna við eitthvað konar áreiti af þeirra völdum eða of mikið spurningaflæði eða hvaða nú sko, þannig að þetta líka svolítið svona tvíbent oft sko. Undir hvaða kringumstæðum það? Já, bara ef að barnið til dæmis spyr of mikið af spurningum þá er bara mjög þægild að segja barninu að fara bara að hlusta á einhverja músík og setja á sig heyrnartól. Það er að trufla, það er að segja truflun. Það er að trufla, það er of fróðleiksfúst að það þarf aðeins að, nei, ég meina kennurum er líka vorkun, þetta eru allt og stóri bekkir og allt og margt fólk og nefndur á öllum svona geturstigum líka, þannig að þetta er ekkert alltaf auðvelt. Nei, ég held að við séum líka bara búin að búa til, þú veist, við finnum kannski að hugsa sko, af hverju þurfa börn bara, þessi grunnspurning, hvað er það sem segir 10 ár og hvaða hugmynd er það 10 ár í svona skólaumhverfi og sko sem verður að vera sko, af hverju? Hvaðan kom þetta? Er þetta eitthvað sem stóð í biblíunni eða stóð þetta í Kóraninum eða er þetta komið, er þetta eitthvað sem að er þetta eitthvað sem kom bara þegar neðlismæðurinn, þetta er besta lausnin við okkar, veist, hvað er það sem að veldur því að þetta er? Og ef við má aðeins brjótast inn í að bæta við og meir og minna sko verða að kenna þeim að læra utan að eitthvað sem að við öll hinn fullorðnu sláum bara upp í Google eða tekkum 1, 2 og 3 á að kennslu aðferðirnar hafa ekki breyst í takti við það hvernig við náum okkur í upplýsingar með allt öðrum hætti. En ég ætla samt að segja sko að það eru, við segjum þetta oft þetta nákvæmlega þetta og ég er sammála þess að hluta en ég held samt að kennarar hafa, það er ofsalega mikil nýsköpun í gangi sem og ofsalega margt snjallt sem er verið að gera. Ég held bara svona grunnhugmyndin, bara grunnurinn að þú veist þetta og einhvern veginn að við fórum úr þess og sitja og horfa og þú veist og þessi svo kallaða ADHD kynslóð okkar bara við öll ADHD Íslendingarnir að sitja í þessu setupi hún virkar ekki og hvernig getur hún virkað? Þú veist, ef þú ert með svona stutt athyglisspað, hvers vegna er þá að vera að gera þetta svona? Hvað er það sem við getum gert til þess að breyta því? En manstu Björn, Smári sagði hérna í upphafi þáttarins hvernig dóttir hans kemur, þú veist, og lokar tölvunni hans þegar hann situr við tölvuna til þess að ná sambandi við hann og ég meina ég hef oft sko lent í þessum að krakka mínu, mamma nennir að horfa á mig þegar við erum að tala saman. Barn sem elst upp við fullorðinn einstakling sem er bara svona og horfir aldrei í augun á því og bara svona já, skilurðu, það náttúrulega, þetta er mjög undanleg vera, þessi fullorðna manneskja sem er alltaf bara föst ofan í þessu tæki og krakkarnir sjá það og þetta er kannski bara eitthvað sambandsleysi sem er ekkit síst bara okkur að kenna, okkur fullorðna fólkinu, hvernig við hugum okkur í samskiptum við þessi tæki. Sko, er þessi þykjustu athygli, er það sem er að fara illa með börnun okkur, að við erum með þeim í sama rýminu, þykjumst vera að veita þeim athygli, en erum faktist með hugan annar staðar. Ég meina, ég held að þetta sé kannski fyrst og fremst fullorðinsvandamál, en ekki vandamál hjá börnum. Sjálfsögur það er alveg á hreinu, allt sem að það er bara þannig. Að, þú veist, og þau ná ekki tengslum við okkur og þess að bara flýja þau inn í lífið og horfa á aðra lifa lífinu. Ég man reyndar þegar yngsta stelpan mér var aðeins yngri þá gekk eitthvað svona slímæði yfir á TikTok fyrir einhverjum árum síðan og þá var það svona einhver svona hvatning til þess að fara að gera eitthvað og þá var allt í einu fóru þar alla vinkonurnar að búa til slím alveg svo vikum skipti og með náttúrulega tilhyrandi klessum í sófum og veggjum og gólfum en þá var það einhver svona inspirasjón af því sem þau voru að sjá en oftar en ekki þá eru þau áhörfundur að einhverju sem er að gerast en standi ekki upp sjálf til þess að framkvæma það og kannski eru við of löt að fylgjast með því sem þau eru að gera og hjálpa þeim ok, ef það er eitthvað sniðugt þú veist, ok, gerum þetta Já, ég held sko að munurinn á sýndarathygli og fullri athygli sé einmitt alveg gríðarlegur Ég held það Nei, ég meina það er alveg, þú veist, og við þurfum að skoða að þetta er þessi tengslarof sem verða og ég meina fyrstu 2 árin í lífi barns að þú veist, að vera með barni og horfa í augun á því, þú veist, svona að gefa brjóst eða hvað það er eða bara tala við barnið þetta, þú veist, auðvitað er það Þetta er það sem við þurfum að horfa á. Við erum ekki að gera þarna, við erum ekki í neinu
þegar verðandi foreldra sem að skilja síðan 50% af þeim, hann að fyrstu 2 árin, að verðandi foreldra, þau fá voða lítið frá samfélaginu, það er voða lítið pæling hvernig getum við gert það? Við fáum þess að mikla athygli þegar allt er komið í vesen og við erum að borga kannski 20 milljónar einhverju fjölskyldur á ári sem að hefði ef þú hjálpað þeim í rauninni þegar það var móttækilegt og ekki verið að, það þarf ekki að vera allt komið í klessu, heldur bara, þetta heiti forvarnir og við erum allt bara geðheilbrigðiskerfið á Íslandi, 98% af öllum peningunum fara í meðferð og endurhæfingu í staðins að setja kannski 2-3% í forvarnir og hérna og og þar ætti rauninni þar ættu peningarnir að vera eða þá að samfélag okkar væri þannig að fólk þegar það er ungt og er að eignast börn að það hefði kost á því að geta sinnt barnauppbyldinu betur þurfti ekki vera að vinna fleiri vinnur og vera í húsnæðisharki og með peningaáhyggjur og svo framvegis sem hefur náttúrulega líka slík vanlíðan hefur auðvitað áhrif á barnið að upplifa óryggi fullorðina Ég ætla bara að varpa þig og borðið hér og nú að ég fór að hugsa þegar voruð að tala hverjar voru bestu stundir sumarsins bara hjá mér og minni fjölskyldu og það koma strax upp 2 ferðir hvort tveggja ferðir í óbyggðum engin sími hann var þarna einhvers staðar sem öryggistæki en það var slökkt á honum og svo maður búin að labba með barninu sínu kannski í 1 klukkutíma þegar það byrjar að tala og svo fer það að spyrja og svo tala meira og svo sest einhvers staðar niður með nesti og það heyrir í fuglunum og það rennur hérna lækur og Ísland er yndislegt og það kemur þessi nánd og maður fyrir svona eitthvað fortíðarham og hérna hugsa til þess hvað allt var dásamlegt bara fyrir tíma þessara tækja en það sem ég held að sé merkilegt í þessu er að ég held að börnin sem voru í þessum ferðum, ég held að þau deili því að þetta hafi verið bestu stundir sumarsins og nú er ekki að segja að allir séu þeirri forréttindastöðu að geta farið í að hafa tíma til þess að vera með börnunum sínum út í náttúrunni. Það er komin að kjarnanum, það þarf ekkert til þess að njóta augnabliksins nema að vera á staðnum í augnablikinu. Það er tíma. Þú þarft ekki neitt, þú þarft ekki föt, þú þarft ekki dót, þú þarft ekki drast, þú þarft ekki neitt. Þú þarft bara að vera í samveru við aðra manneskju með fulla athygli. Og uppi glim. Og það náttúrulega kostar ekki neitt. Og uppi glim hafið farið að glima illa auglýst, já. Stundum er svolítið mikið vatn í ánni þarna fyrir ofan fossinn og maður þarf að vaða yfir hérna svona þannig að rífur aðeins í öklana og þar var sem sagt hápunktur sumarsins hjá mér og einu barnanna minna. Það var þessi tilfinning að fara yfir, ganga yfir óbrúað vatnsfall eftir að þú ert búin að reyna á þau og fara þarna upp á tindinn. Hugsið ykkur hvað lífið væri miklu. Við verðum bara að flytja með börnin okkar í eyðibíli utan alfaraleiða. Svo er þetta bara að taka rafmagnið af í 2 mánuði. Það getur verið gott. Eða bara gera þetta bara, vera ekki að rífa sig niður. Fagna líka því sem að gera vel, því þetta er svo dögt allt og hérna njóta svo góðra stunda og þetta verður allt gott sko. Ég held þetta sé fyrst og fremst sko, þú veist, okkar vandamál það að reyna að sína gott fordæmi og það má Guð vita að þú veist, ég hef verið allt og niðursokkin í bæði tölvur og síma, bæði líka bara í gegnum mína vinnu og svona sko. Þannig að það stendur náttúrulega upp á okkur að bæta fyrir þetta og það er ekkert víst að þetta fólk, þessi börn okkar séu tilbúin að kynnast þessu fólki sem búið að vera svona fjarverandi. En við verðum að reyna. En ég ætla bara að iðrast líka og viðurkenna það að ég hef sóað margri klukkustundinni sem betur hefði farið í félagslega samskipti með fjölskyldunni í einhverja vitleysu og ég held bara að við viðurkennum það að það er skömm í okkur og við viljum ekki hafa þetta svona og við bara útrýmum skömminni og bara ræðum þetta, þá held ég að við getum að við finnum okkur í betri heim. Heldur það ekki, Grímur? Jú, ég held að heimurinn er yndislegur. Það er unni það er bara spurning hvernig við förum með hann og hvað við gerum, þetta er þetta líka bara þú og ég og veist, við, hvernig við gerum. Hins vegar held ég að sé bara gott að tala það, því ég held að sé alveg þrá í það að vinda ofan að þessu. Þetta er ekki alveg rétt sín sem að margir bara erum að fara í þessa átt, við ætlum að fara bara í þessa átt. En henda skömminni líka, alveg rétt, hafa gaman að þessu. Já, ég meina við getum gert betur alltaf. Og þurfum að stefna því. Já. En frábært að fá þig, Grímur, hér í settið til okkar Steinunar og Línu
og megi geðhjálp þrífast og dafna. Takk fyrir það. Takk fyrir að taka mig. Já, takk fyrir komuna. Takk. Og Steina, þú ætlar að kynna næsta liðið eða hvað? Já, nú ætlum við að fara í orkumálin ekki satt. Já. Og þú ætlar að tala við hana Höllu Hrund, orkumálastjóra. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Allt það besta er ókeypis. Hrósaðu náunganum. Það betra. Samstöðin, þar sem manneskjurnar koma saman. Já, það hefur ekki farið fram hjá ykkur hlustendur og áhorfendur góðir að það eru tíðindi í vindorkumálum Íslendinga. Orkustofnun hefur gefið leyfi fyrir fyrsta klasanum, ef maður getur sagt sem svo, við Vaðöldu í Rangárþingi ytra. Við vorum hér í fyrradag með framkvæmdastjóra Landverndar sem var mjög skeptísk á þessi áform og boðaði mikla andstöðu, sérstaklega ef vindmyllugarðar munu spretta upp eins og gorkúlur. Einhver sagði að Ísland myndi líta út eins og nálapúði ef öll áform vindorkugarða út allt land næðu fram að ganga. Þannig að þetta eru mikil tímamót. Við vitum ekki alveg hve langt verður gengið, en einn þeirra Íslendinga sem getur hjálpað okkur að skilja það er orkumálastjóri. Halla Hrund Logadóttir, velkomin til okkar. Takk fyrir. Þetta búið að vera bitbein. Náttúruverndarsinnar hafa verið skeptískir á ekki síst hinn ósnortnu svæði, og það hefur ekki orðin einn sátt á meðal held ég íslensku þjóðarinnar hvar væri best að koma þessu fyrir. Leið þér þegar þið tókuð ykkar ákvörðun núna fyrir nokkrum dögum eins og að þú stæðir fyrir 2 kostum illum? Það í raun og veru þannig að ákvörðunin að setja þessa kosti, þennan kost og líka lundin eða virkjunina sem við Blöndu, að setja þær í nýtingaflokk. Hún tekin af Alþingi og hún tekin fyrir nokkrum árum síðan. Þannig að við erum að tala í raun og veru ferli sem mótað af þeirri pólitísku ákvörðun. Já. Ég held að það sé mjög mikilvægt að hugsa út í, því að þegar við hugsum öll verkefnin sem eru á kortinu, sem eru mjög mörg, hátt í 40 verkefni, að þá það pólitísk ákvörðun í gegnum ferli rammaáætlunar hvað verður sett í hinn svokallaða nýtingaflokk. Og það sem sett í nýtingaflokk í gegnum Alþingi, það það sem fer síðan í leyfisveitingar hjá stofnunum hins opinbera, hjá sveitafélögum og annað. Já. Þannig að stóri punkturinn í ákvörðunartökunni í raun og veru það sem sett í nýtingaflokk í vinnu Alþingis. Ef við skiljum rétt, þá höfðu þið þá ekkert val? Í raun og veru ef að verkefni uppfyllir öll skilyrði laga, og skilyrði laga snúast meðal annars hvort að verkefnið hafi farið í gegnum skipulag hjá sveitafélagi, hvort við séum að tala að Landsvirkjun í þessu tilfelli og Landsnet hafi náð saman. Það eru ákveðin skilyrði sem að leyfi þarf að uppfylla, og þegar að leyfi uppfyllir skilyrði eða umsóknum leyfi uppfyllir þau skilyrði, að þá ber stofnunni að veita leyfið. Já. Þannig að þess vegna reynir svo mikið á stjórnmálin núna þegar við horfum á þessi þennan fjölda verkefna sem í undirbúningi allt land. Já. Þá mun reyna svo mikið á stjórnmálin að hafa sterka sýn á það hvernig þessi orkugjafi eigi að byggjast upp á Íslandi. Já, eitt ágefnið það að margir í hópi almennings vilja gera greinamun á þeim ákvörðunum sem að Landsvirkjun telur góðar og svo öllum hinum sem vilja stökkva stað utan.
ef þú fer nú bara aðeins yfir það með okkur svona kannski lagalega, getur hver sem bara riggað upp vindorkugarði með því einu að semja við sveitarfélag sem kannski skítblánt og vantar bara aðeins súrefni til þess að halda áfram að borga laun starfsmönnum sveitarfélagsins, semur illa af sér, kostar okkur útsýni, kostar okkur skert útsýni þegar þetta sprettur upp í miklum hæðum, hefur neikvæð áhrif á ferðaþjónustuna. Hvernig er þessum málum háttað, munurinn á þessu tvennu? Það má segja að þetta fjölbreytta eignarhald sem að birtist í vindorkunni, þetta eru langflest einkaaðilar sem eru á bakvið þennan fjölda verkefna. Já. Það er í raun og veru afleiðing breytinga á regluverkinu í tengslum við Evrópulöggjöfina sem byrja að vara innleiða 2003. Þannig að við erum að sjá hann veruleika í tengslum við þær breytingar og ég held kannski að fólk hafi ekki áttað sig á því á sínum tíma að innleiðing á orkupakkanum myndu fylgja þessar breytingar á umhverfinu. Og bara okkur skylda til þess að innleiða þetta? Já, það er í raun og veru hluti af því innleiðingaferli en vissulega það síðan Alþingi sem að ákveður hvar á landinu það á að nýta þennan orkugjafa og þannig að það er töluvert mikil stýring sem að þingi getur haft í gegnum það og ég held að þetta séu nokkrar ólíkar spurningar sem að munu koma til með að brenna á fólki. Eitt er það varðandi eignarhaldi því að það er alveg ljóst að hinga til hefur það verið þannig að við erum að fá ábata af verkefnunum bæði í gegnum nýtingu og orkunni en líka í gegnum eignarhaldið og við eigum arðinn sem að fellur til. Já. Arðinn sem fellur til og líka eignarhald á þessum innviðum eins og við eigum núna í gegnum bæði fyrirtæki eins og Landsvirkjun en líka sveitafélögin eiga eins og Orkuveitan eiga sínar virkjanir. Þannig að spurningin mun eflaust snúast það hvernig ábati skilar sér til samfélagsins ef að eignarhaldi er ekki opinbert. Það er ein spurning sem að ég tel að muni brenna á fólki. Síðan eru aðrar spurningar eins og bara hreinlega staðsetningu því að þetta eru stór mannvirki. Þetta verkefni sem hér ræðir, þetta er 150 metrar í fullri efstu stöðu og það má gera ráð fyrir að verkefni geti verið með vindmyllum sem eru kannski alltaf 200-250 og þannig að það er augljóst að þetta hefur áhrif á umhverfið nýjum hætti. Þú þarft náttúrulega bara mjög öflugt sprengiefni til þess að sprengja undirstöður leið fyrir þetta er mjög mikið rask. Hefur töluvert mikið rask, veglagning og annað og þetta annars konar umhverfisáhrif heldur en til dæmis vatnsafl og jarðhiti þar sem áhrifin eru staðbundnari, þú sjást minna þannig að það verður áhugavert að sjá núna ef að raunverulegt verkefni er í Íslandi hvernig fólk mun horfa á þennan orkugjafa í samhengi við aðra kosti. Já. Og þannig að ég held að þetta séu svona dæmi spurningar sem að munu brenna á fólki, skipulagsmálin og eignarhaldið og fleiri atriði. Þetta eru auðlind, þetta er ný auðlind ef svo má segja sem að er góð á Íslandi, það er að segja gæði vinds á Íslandi eru mikil og það er líka ástæðan fyrir því að svona margir er að sækjast eftir því að nýta auðlindina því að gæðin hér á landi eru kannski svipuð og þau eru á hafi á mörgum öðrum stöðum. Þannig að tækifærið er að horfa á hvernig hægt er að nýta þennan orkugjafa en gera það með skeinsum hætti og hafa þessa langtímasýn. Það sé lykilatriði. Og þar komum við að gagnrýni landverndar. Þau segja að það vantar stefnu. Af hverju erum við að samþykkja fyrsta vindorkugarðin áður en stefnan er komin? Já, það er hinn stóra pólitíska spurning því að núna í raun og veru er verið að fylgja bara þeim lagaramma sem til er í landinu og þetta verkefni er tekið eftir honum. Ráðherra orkumála hefur verið að láta vinna ýmsa vinnu í gegnum starfshópa og það átti að leggja fram stefnu og vinna hana á Alþingi.
og ég get tekið undir með Landvernd og fleiri aðilum. Ég held að allir sjáu að það sé mikill hagur í því að við séum með heildarstefnu. Líka af því að við erum að tala að þessi verkefni, ef það er ekki heildarsýn, að þá verða svo miklu deilur á svo mörgum stöðum. Þannig að tímaröðin er röng? Í raun og veru kannski má segja að núna sé sérstaklega mikilvægt að klára þetta og þá má deilum það hvort að þetta verkefni hefði átt að koma síðar. Ég myndi segja víst að þetta verkefni er komið svona langt að kostirnir við það séu kannski að ef að þetta verkefni næra rísa áður en ákvörðun önnu verkefni eru tekin, þá kannski verður umræðan aðeins raunverulegri. Af því að núna erum við dálítið að horfa á þetta abstrakt. En getur það ekki líka gerst að allir vanda sig mjög vel við þetta verkefni og það verður litið til þess sem einhvers konar fyrirmyndarmódels. Svo koma bara sóðarnir og svo koma skussarnir og það verður bara sóðaskapur í þessum business seinna og þá var búið að leggja línunar, þá var búið að búið til almenningsálit sem var jákvætt gagnvart þessari framkvæmd því að það voru menn að vanda sig en verður ekki endilega forspá það sem koma skal. Þarna mun auðvitað reyna á regluverk að það sé í lagi og eftirlit og annað. Þannig að vonandi verður það nú ekki. En ég held aftur að eins og staðan er núna því þú varst að spá í hvernig svona verkefni komast til framkvæmda, að þá er það vissulega þannig að það er nánast svo einfalt að þú getur tilkynnt inn kost til rammaáætlunar án þess að tala við landeiganda og það er alveg augljóst að það er ekki farsælt. Að við horfum bara ímyndum okkur sléttur í sveit ef að það fara að ná sem flestum undir verkefni, það er alveg augljóst að það verða svo mikil átök manna á milli að það er ekki farsælt fyrir geiran heldur því að átök kosta samfélagi mikla peninga og hafa líka neikvæð áhrif á þessi verkefni. Þannig að ég held að það sé hagur allra, orkugeira, náttúruvandi sinna, Íslendinga allra, að þarna sé mjög skýr framtíðarsýn. Og við höfum talað fyrir því í Orkustofnun að þetta sé ekki bara framtíðarsýn vindorku á landi, heldur líka vindorku á hafi, því að það eru líka möguleikar þar. Og við erum svo heppin á Íslandi að hafa ólíka möguleika. Sum lönd hafa ekki jarðhita og vatnsafl og við eigum að geta verið klók í því að velja okkur skynsama staði fyrir orkuverkefni en ekki vera bara að hugsa sem flest verkefni, heldur að vera klók í dreifingu þeirra og hvaða tegund hentar best á hverjum stað. Já. Maður veltiði fyrir sér þegar maður heyrði Hörð hjá Landsvirkjun segja að vindorkan yrði þriðja meginstoð. Landsvirkjun og þá náttúrulega er hann að tala jarðvarma og fallvatnaorku sem hinnar tvær. Maður veltiði fyrir sér ertu aðeins á undan okkur þarna sjávarfalla, orka þurfum við að hvað maður að segja setja merki miða nú þegar og meðan við vitum ekki meira og meðan þetta er allt svona óljóst þurfum við að ýta vindorkunni þarna upp að við hlið jarðvarma og fallorku má ekki alveg spyrja sig hvort hann sé ekki svolítið brattur? Ég held að það sem að verið er að ræða er að vindorkan er þess eðlis að hún getur spilað ágætlega með til dæmis vatnsaflinu því að á veturnar að þá er blæsvindur meira og það er minna í lónum og á sumrun er þetta öfugt þannig að tæknilega séð getur þessi orkugjafi nýst ágætlega en það er kannski eins og með allt annað, það þarf að útfæra það vel og ef að við erum að tala mjög mörg verkefni sem að byggjast upp á skömmum tíma að þá hefur það áhrif á það sem að kallast jöfnunarorka sem er það að vindurinn blæs ekki alltaf þannig að það hefur líka áhrif á fjárfestingar í kerfinu og svo framvegis þannig að allt er auðvitað
að spila saman, þannig að ég held vissulega að vindorka geti orðið hluti af kerfinu, en eins og með alla okkar orkusögu, þá þarf svo uppbygging að gerast í skrefum og lærdómur að fylgjast með. Það var ekki þannig að hér byggðust upp, sko, það voru ekki veitt leyfi fyrir tugum virkjana í vatnsafli samtímis. Nei, og má ekki alveg spyrja sig hvort við höfum ekki gengið og langt. Er ekki að kólna í geiminu fyrir neðan okkur? Erum við ekki nálagt rányrkju? Í raun og veru held ég að við séum nú svo ótrúlega heppin að hafa gríðarlega mikla möguleika á Íslandi til að þróa ekki bara þessa tegundir orku, heldur líka vera fjölbreyttari, horfa meðal annars á sólarorku, horfa á sjávarföllin eins og vinur okkar í Færeyjum, þannig ég held að við séum í einstakri stöðu. En við hefðum ekki mátt ganga lengra í nýtingu jarðhitans og hraðar en við höfum gert. Við erum allavega sammála það. Það skiptir máli á svæðum sem að mæðir mikið á að gera það með sjálfbærum hætti, því annars fellur í raun og veru framleiðslu geta svæðisins og það getur haft áhrif á bæjarfélög sem að treysta á húshitun og annað. En ég held að stóra spurningin muni alltaf, ég nefndi áðan spurninguna staðsetningu, ég nefndi spurninguna eignarhald, síðan mun þriðja spurningin sem hefur mikið verið í umræðinni snúast meira og meira það í hvað orkan nýtt. Og það hefur verið bitbein lengi og ég held að það komið til með að verða áfram, eitthvað sem að verður horft á. Og til dæmis í Noregi að þá var það þannig að 70% af orku sem hefur komið úr vindorkuverum hefur verið nýtt í að stækka iðnað. Og af hverju það? Nú það að því að iðnaður eru mjög stöðugir kaupendur og geta gert langtíma samninga. Nú verið að horfa á í samhengi hér við orkuskipti og það mjög mikilvægt að útfæra þá löggjöf þannig að það sé hægt að tryggja að hluti þessar orku fari í markmið stjórnvalda. Og ég held að fæstir kannski gerir sig grein fyrir að það var áður þannig að það var farið í ákveðin verkefni fyrir ákveðin markmið. En nú erum við auðvitað komið orkumarkað, þannig að þú getur farið í mörg verkefni og þú verið með fullt af markmiðum. En það sá sem að borgar besta verðið sem að fær orkuna og það ekki ríki lengur eða stofnanir þess sem hafa áhrif á þau kaup. Nei, þarna komin einhvers konar vísir að viltu vestri. Svo er þetta líka bara með klifun þess að hamra á orkuskorti. Það augljóslega hægt að andæfa þeirri staðhæfingu með ýmsum rökum. En mér langar aðeins núna að víkja aftur til þeirra framtíðar sína sem að margir að ræða núna, að ef spretta upp allir þessir vindorkugarðar, eykur það líkurnar á sæstreng frá Íslandi til Evrópu? Já, það má segja að það hafi kannski eykur líkurnar. Það í raun og veru þannig af því að vindurinn blæs ekki alltaf að þá getur verið kostur að geta selt orkuna sæstreng. En það aftur stór pólitísk spurning því að bygging sæstrengs hefur margvísleg áhrif. Það þarf að ræða þar líka eignarhald. Ef við horfum á Nordnet strengin, til dæmis á milli Hollands og Noregs, að sá strengur í eigu Landsneta, eða sambarlega aðalega okkar Landsnet, beggja ríkjana. Það hefur verið rætt hvernig eignarhaldi ætti að vera háttað ef það lagður sæstrengur hér. En svo það bara líka stór spurning hvernig þú ætlar að greiða upp sæstrengi. Því að þú þarft gríðarlega mikið magn af orku og hérna ertu komin út í kannski stærri spurningar áhrif slíks á iðnað í landinu, á ólík fyrirtæki og aðra kaupendur, að því að þú ert að koma með annan markað til að selja inn á. Og þetta það sem hefur sést til dæmis í Noregi, að þegar að verð hafa hækkað mikið vegna tenginga við Evrópu, að þá hefur það líka haft áhrif á iðnað og við höfum kannski verið með að maður horfir aftur í tíman, mjög svona samfélagsdrifna orkustefnu sem hefur meðal annars miðað að því
að skapa störf á ólíkum stöðum á landinu. Þannig að eftir komin út í stórar pólitískar spurningar, en ákvörðunin það að fara í eitthvað eins og sæstreng, það eitthvað sem að yrði tekið af Alþingi. Og ég í raun og veru fagna því að almenna umræðan hafa verið heima á að við eigum að klára okkar orkuskiptamarkmið, við eigum að klára þau markmið sem að við höfum, hvort það í orkuskiptum eða í uppbyggingu, áður en að við setjum fókus á verkefni eins og sæstrenga, því að það getur líka haft ýmis áhrif á aðra þætti. Og mjög virkjana hvetjandi auðvitað líka. Jú, en það rifja samt upp fyrir mér að það ekkert mörg ár síðan við vorum með forsætisráðherra sem að talaði mjög fyrir sæstreng. Og hann formaður flokks núna sem að nýtur gríðalags fylgis og hann geti hreinlega orðið næsti forsætisráðherra, við vitum ekkert það. Og af því að þú veist miklu meira þetta orkuumhverfi og þessa sæstrengi en ég og sennilega flestir áhorfendur og hlustendur samstöðarinnar, þá verð ég að fá að nýta tækifæri núna og spyrja þig, ef við leggjum sæstreng, þurfum við þá að borga rafmagnið á einhverju ESB verði, einhverju markaðsverði út í heimi, eða hvernig það? Já, það mun líklega hafa áhrif á raforkuverð og sveiflur í raforkuverði, alveg eins og vindorka mun í sjálfu sér gera líka. Og þá skiptir öllu máli í samhengi við heimili og almenning að tryggja það að það séu varnir sem koma í veg fyrir það að það verði gríðarlega miklar hækkanir á þessa hópa. Og hvernig stuðlum við að þeim? Já, það ýmislegt mögulegt í gegnum löggjöf Evrópusambandsins og það eitt af því sem Orkustofnun hefur talað mjög mikið fyrir, að við séum að nýta þá möguleika líka í okkar umhverfi, því að þó að Íslendingar sé ekki með sæstreng, að þá eftirspurnin, tala nú eftir orkukrísuna í Evrópu og það að öll ríki að stefna á sín loftslagsmarkmið, að eftirspurnin eftir grænni orku gríðarlega mikil og þar að leiðandi mun til dæmis spurningin að tala að virkja nóg, hvað nóg og annað. Við erum í þeirri stöðu að við munum alltaf geta selt okkar grænu orku, hún svo verðmætt og hún svo vaxandi og þar að leiðandi verðmæti þessara auðlindar svo gríðarlega mikið og vaxandi. Spurningin verður alltaf hversu mikið við viljum virkja og nýta á hverjum tíma. Og þar held ég að umgjörð skiptir gríðarlega miklu máli upp á sátt, eins og við komum inn áðan, staðarval og annað, en líka það að almenningur finni fyrir því að ábati sé að renna til samfélagsins. Og það hefur verið, að þú varst að tala jarðhitann áðan, það var grunnurinn til dæmis að jarðhitavæðingunni, að fólk var að finna það að þróun og uppbygging jarðhita var að skila sér beint til fólksins í landinu. Einmitt, bara breytti öllum lífskjörum Íslendinga eiginlega meira en nokkuð annað, líkum manni við að segja. Þetta allt orðið núna, þetta komið í allt annan fasa. Það eru nýríkir gaurar, skuggalegir, sem að herja á lönd heimsins. Það veikt regluverk hér á Íslandi. Það hægt að komast upp með svakalega díla. Pólitíkin ofta á köflum ekki að standa sig vel. Það dauðafæri fyrir menn til þess að koma og gera strandhögg á Íslandi í orkumálum, eins og ég sé þetta. Ég held að muni reyna á stjórnmálin að útfæra þetta regluverk. Það númer 1, 2 og 3, eitthvað sem þarf að gerast, að klára það, og það þarf að spyrja spurninga, auðvitað eins og hefur verið reynslan frá Noregi að það hefur verið að sækjast eftir ákveðnum verkefnum og svo selja þau til fjárfestingasjóða. Það alltaf annað módel en hefur verið á Íslandi. Það þarf að spyrja þessar spurninga og klára umræðana þessi mál ef það á að skapast langtímasátt. En ég held að eins og með allar okkar ríku auðlindir, eins og við erum vatnið, fiskinn í sjónum, allar okkar auðlindir, ég held að lykillinn sé sá að ef okkur tekst að gera hlutina vel og tekst að læra af öðrum, að þá framtíð okkar í auðlindanýtingu orkumála mjög björt. Það?
Já. Er það ekki böl okkar hvað við erum rík af auðlindum einmitt að hér ekkert pláss fyrir hugvit, hér ekkert pláss fyrir framtíðarsýn, hér minna pláss fyrir siðferði, hér minna pláss fyrir svo margt sem að eldri menningin okkar byggir á, þar sem að menn hafa raunverulega þurft að nýta sitt siðvit og hugarafl til þess að búa til góð samfélag. Ég held að það sé, sko, ég ætla nú að horfa á að því maður í miklum samskiptum við alls konar nýsköpunar fyrirtæki, ungt fólk sem að mennta sig og annað. Að ég held að með því að nýta þá þekkingu og vera skapandi. Við þurfum ekki endilega að vera að hugsa orkumálin bara í samhengi við fáa stóra notendur. Þetta er auðvitað drifkraftur nýsköpunar líka og getur sannarlega orðið drifkraftur öflugra samfélaga allt land og gleymum því ekki, sko, að sama maður horfir bara, nú mér hugsa til Siglufjarðar og nýsköpunar þar í líftækni og matvælaframleiðslu og annað. Þetta allt geirar sem að þurfa orku og sterka innviði. En ég held við þurfum einmitt alltaf að vera að hugsa þegar verið að byggja upp og þróa orkumálin. Hvernig eru verkefni að nýtast til þess að styðja við ólík svæði, til þess að styðja við spennandi verkefni og til þess að styðja við það að við séum spennandi land fyrir komandi kynslóðir. Og ég verð að segja að ég töluvert bjartsýnni en þú lýsir og held að við séum kannski í dauðafæri núna að gera þessa hluti rétt. Og gleymum því ekki að við höfum fullt af reynslu heima líka. Men Kárahnjúkar voru ekki auðvelt verkefni. Kárahnjúkar voru glæpsamlegt verkefni. Við tókum allar reglugerðir, við tókum vinnustofnana og hendum henni í ruslafötuna. Við tókum fagálit og létum það róa og bara ráðherrar komu með barbabrellur og við nauðguðum Kárahnjúkavirkjun í gegn. Ég held að sko... Er eitthvað rangt við það sem ég sagði núna? Ég held bara afleiðingar þess verkefnis í átökum sé eitthvað sem við getum lært svo mikið af. Og upp úr því sprattu þetta rammaáætlun sem var átt að vera leið til sátta, að væri verið að horfa heildstætt yfir landið og nú mun kannski dálítið reyna á að sú hugsun, þessi langtímasýn, að hún sé í hávegum höfð. Já, við vonum það. Já. En sko það sem þó gott við vindorkuna að hún leikur enginn vafi á því að við getum kallað hana græna. Já, hún framleiðir endurnýjanlegar orku eins og okkar jarðhiti og vatnsafl. Sko, ég fá oft spurninguna af hverju eru við svona aftarlega í þróun vindorku? Danir eru miklu lengra komnir. Og þá áhugavert að spyrja sig af hverju það? Það vegna þess að Danir hafa ekki hina kostin sem við höfum. Nei. Og þá sko, segirðu græna orku. Hrakval hjá þeim kannski? Já, þeir verða góðir í vindinum af því þeir hafa ekki aðra kosti. Þeir hafa nú alltaf verið mjög góðir einmitt að sko hugsa upp lausnir vegna skorts þeirra á náttúruauðlindum. Já, en við í samhengi við orkukosti að þá höfum við vatnsafl og jarðhita og það í raun og veru svo góðir kostir af því að það stöðug orka. Þannig að það ekkert skrítið að við höfum farið fyrst í þá leið og orðið leiðandi sérfræðingur í jarðhitanum. En plús það að íslensku víðernin eru ákveðin sérstæða. Þau eru sannarlega sérstæða og verðmæti náttúru hér á landi og bara á norður hjara veraldar að vaxa gríðarlega mikið. Og þar að leiðandi mun líka má kannski segja að við séum alltaf að vinna með tvær auðlindir samtímis. En varðandi sko munin á En vindorka grænorka? Já, vindorka framleiðir endurnýjanlega græna orku, en það auðvitað... En þetta bara svona ekki já eða nei spurning? Já, það skiptir máli þarna að þú ert auðvitað með innviði og spaða og annað sem að þarf að horfa á hvernig það framleitt og hvernig því fargað og annað. En orkugjafin endurnýjanlega orka og þannig að það þarf að passa að fara vel með hvernig hitt mótað og umstangið í kringum sjálfa orkuöflunina það kannski má segja að nota önnur orð heldur en
orkuna sjálfa? Já, í raun og veru það líka að hafa í huga að líftími, við erum til dæmis að veita þarna tímabundið leyfi, því að líftími þessara mannvirkja er skemmri heldur en í tilfellum vatnsafls. 20-25 ár? Já, 25-30 ár. 25-30 ár. Þannig að það er annað eðli. Já. En aftur, ég held að það séu tækifæri fyrir okkur að bara eins og með alla aðra uppbyggingu á að hafa sterka framtíðarsýn, hugsa ábatan, hugsa líka vera djarfari að hugsa hvaða markmiðum við ætlum að ná með nýtingu og gera kröfur á það að við séum að skapa sem mest verðmæti fyrir sem minnsta nýtingu, alveg eins og þó að fólk geti deilt sjávarútveginn, að þá þegar kvótakerfi var komið á, að þá fór fókusun á það að reyna að búa til sem mest verðmæti. Við þurfum svolítið að ná líka utan þá hugsun í orkugernum að búa til sem mest verðmæti fyrir sem minnst rask hverju sinni. En ef þú værir ekki þeirri stöðu sem þú ert í, myndir og kannski myndi ekki svara spurningunni vegna þeirra stöðu sem þú ert í, en sko það eru svona fjörlegar umræður í sundlaugarpottunum hvort það væri þá kannski bara best að taka eitthvað eitt frímerki af Íslandi og undirleggja það af vindorku og þá er það bara vindorkusvæðið, það stingur þá ekki í augu íbúa og ferðamanna út allt land og svona. Geturðu sagt mér skoðun þína á því hvort að þínu viti gæti verið gáfulegt að vindorkan yrði mest öll á einum stað? Ég held að sú sýn sem kannski birtist í þessu staðavali á Búrfellslundi og svo Blöndu sé í takt við það að það sé verið að horfa kannski fyrst og fremst á röskuð svæði og þetta eru mikil og stór mannvirki, þannig að ef maður horfir á þessa spurningu út frá sátt að þá sé heppilegt að gera þetta á færri svæðum og líka í sjálfu sér þá er verið að tengja þetta við innviði sem eru til staðar eins og til dæmis í samhengi við Búrfellslund og þetta eru þetta miklar innviða fjárfestingar þannig að það getur verið á hagkvæmni í því líka þannig að ég held ég fór nú í sumarfrí til eyju, annar eldfjallaeyju með dætur mínar og mann og þá þegar þú keyrir sífræga eyja Tenerife þegar þú keyrir á milli þar staða að þá sérðu mörg lítil verkefni og í náttúru sem er miklu einsleitari heldur en íslensk náttúra og ég held að maður sjáu bara svo vel á svoleið stöðum líka að það sé ekki heppilegt upp á átök að hafa mörg lítil verkefni sé betra að vera að reyna að horfa á bara út frá hagkvæmni líka. En þetta eru stórar spurningar og ég held að fólk þurfi ekki bara að tala í heitapottunum, heldur að tala við sína kjörnu fulltrúa. Því að þetta eru mikilvægar spurningar sem að þarf að greiða úr. Heldur betur. En kæra þakki fyrir komuna, Halla Hrund Logadóttir. Við höfum tekið eftir því að þú hefur ekki sótt þá stöðu sem er verið að auglýsa núna með sameiningu tveggja stofnana, þar á meðal Orkustofnunar, hvers vegna ekki? Hugurinn leitar annað og framtíðin er spennandi, eins og í orkugeranum. Viltu segja eitthvað hvert hugurinn leitar? Það kemur ljós síðar. Já. Og þá segir okkur það fyrst hér á samstöðinu eða hvað? Það má vel vera. Kæra þakki fyrir komuna. Takk fyrir mig. Og gangi þér allt í haginn. Takk. Og að því sögðu víkjum við að allt öðru. Allt það besta er ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Já, heyrðu, þegar ég var ungur, að þá var svona eitt af því sem að ég og krakkarnir voru að tala svona hvað væri svona
asnalegt og ómögulegt við Ísland. Það var náttúrulega ríkjandi tilfinning sem ég held að sé nú ennþá til. Það væri eitthvað svona, þetta var ekki alveg nógu gott hjá okkur, var það hvað íslensk fyndni, hefti sem voru gefin út, voru ótrúlega ófyndin og það náttúrulega fljótlega breyttist þetta náttúrulega í það að þessi hefti voru notuð til þess að hlæja og líklega hlógu við ekki eins mikið af neinu eins og íslenski fyndi því að hvað hann var ófyndin og nú komið bók sem að fjallar þetta, Þórunn Valdimarsdóttir, þetta er velkomin. Gerðu þú þetta ekki líka, lesa upp úr íslenski fyndi og hlæja ógeðslega yfir hvað það var ófyndið? Ég held að hún hafi ekki verið til á heimili mínu. Nei. Bara aðrar bækur. Þú veistu ekki af þessu? Nei, en svo vallitinn á heimili mitt, Eggert heitinn eiginmaður til 34 ára, hann átti afa sem elskaði þetta og hann tilbaði þetta af því hann hafði kynnt sér þetta sem sakfræðingur og það voru heilu skápar fullir af þessum útslitnum en svo ég fæ af síðust ár hefur ekki alveg fengið frekjan í mér listamannlaun allt árið þannig að það þurfti að sækja mig eitthvað fræðverkefni að ég er mjög praktísku maður til að fylla upp í og vera með laun og svona ekki vil maður vill fá sitt úr því að samfélagi segir að það megi og þá bjó ég mig til þetta verkefni. Já, en ég líka Er þetta rannsókn? Þetta er rannsókn, já. Þetta er fræðileg rannsókn. Ég er mjög fljótlegt að komast að þeirri niðurstöðu að þetta er ekki fyndið. Já, þú voru bara að lesa elska mín engangskaplan, þar sem er fjalla bæði Gunnar frá Selalæk sem snillingur, lögfræðingur sem gaf þetta út hann eiginlega datt út á þingi Framsóknarflokkinn, hann var líka merkur hesta, mjög margt merkilegt í hans ævisögu sem segir frá í innganginum en hann samdi sjálfur við fyrsta hefti íslenska fyndni 1984 minn mig inngang kímni, hafði kynnt sér kímni hér og erlendis og fjallar þá munin og niðurstaðan sér svo að íslensk sé meira nasti og eitthvað svona, þú veist, þetta er náttúrulega stór hluti hugmyndasögunar þetta og ég held að Eysteinn vinur minn sagði þegar hann sagði ekki nasti, hvað sagði hann? Já, hann náttúrulega talaði íslensku sem átti ekki Illkvinni Það er alltaf mátt sletta þá getur lýsir fjölnismenn komu. Ég er bara að velta fyrir mér í hverju íslenskfinni sé. Nei, kvikindisleg. Kvikindisleg. Já, hlæja ófyrir náungans. Já, það er náttúrulega gert við að kallinn sem er dettur rössin er náttúrulega fyndið á öllu tungumálum. Já, það er svo gaman spekulur í hvað þessi fyndni sé. Hluta til er það eitthvað, ég man bara, þegar við vorum lítil þá Ómar Ragnarsson, allir hans brandarar voru fyrir neðan mitti og þá vorum við eitthvað aðeins meira heipp og slök í klófinu og þá horfðum maður á hvernig eldri kynslóð hló af einhverju sem var aðeins í einhverju. Það mátti ekki segja. Nei, já, en það var bara svo, það byrjaði alltaf fjórðöld eftir Krist banna að byrja út stúlkubönn, þá kom offjölgun og þá var kirkjan að regulera kynlífið og banna. Þú máttu eina konu, bara ríða henni og einn kall og af því að það var svo dýrt að halda uppi á sveit og hryllingurinn í samfélaginu ef að börnum voru að pungast út allt. Af því að konur eru útungunarvélar og hér erum við í dag með heima að springa. En það huggaði mig gagnvart hryllingi offjölgunar að við komumst öll onni í Flórída. Ef við setjum allt mangin og kemst og í Flórída. Það er nóg pláss. Já. En áttu við að þegar Ómar byrjaði að koma með svona neðanbeltishúmor. Já. Að þá hafi verið að opna svona hugmyndum að það væri alltaf lagi að eiga fleiri en Nei. Þess að þú orðar það að ríða fleiri reyndu konu. Það er sem sagt náttúrulegt að annars ríða, karlar ríða ekki, konur ríða. Þetta líka í írsku, did you write him? Af því að þá setjum við hana á ykkur. Þannig að svona er ég, ef maður er alltaf að hugsa orð og merkingu, þá er ég náttúrulega dálítið kolvitlaus. Ég nefndi þetta því að ég man eftir einhvern tímann var ég að horfa á Ómar fyrir kannski svona 10-15 árum. Já. Og þá skynjaði maður alveg á salnum að þessi neðanbaltari húmor, hann allt í einu, hann flaug ekki lengur. Nei.
og hann var svona, maður heyrði bara fann kuldan sem að var verið að senda upp á svið. Þannig að þetta hefur bara verið skamt tímabil þar sem að sko neðanbeltishúmórinn fylgdi árshátíðina. Já, þegar mátti opinberlega, en angist kynbælingar kristninnar býr þarna undir og eitthvað að lagast og mér skilst að ungar kynslóðir séu ekki hans kynbælt eins og við vorum. Svo maður heilt líf að reyna að losa sig úr þessu. Þegar ég var lítil þá var bara kona, ef að hún vildi sofa hjá kall, þá var hóra og þá var ennþá þessi siðprófa konan og hóran og maður þurfti, þú veist, hugmyndasaga. Hugmyndir eru til alls. Og svo erum við druslugöngu sem að snýst þetta. Já, sem ég vil breyti í dræsugöngu. Dræsugöngu, af því að ég er ekki drusla, ég er alltaf með fínt, en ég vil alveg vera að dræsa. Það er svo gaman. Og svo orð með orð á heilanum. Þú talaði þegar við vorum unga, þá var það alltaf sista mæ, var það þannig að þá var það ASÍ sem að gekk fremst og svo kom eitthvað önnur. Svo aftast var svona fylkingin og rauðsokkurnar og þannig þú getur kannski verið bara aftast í druslugöngunni sem þína dræsugöngu aftast. Ég nefn ekki að færa þessa göngu en ég var alltaf á Gay Pride og ég var að hugsa það hvað þetta er eina réttindagangan í samfélaginu sem er fögur skilurðu, það fegur þinn sko en auðvitað er þetta smámunir með allt þetta smámunir með miklu stærri hluti sem að er í veröldinni. Ég er ekki saman að þetta sé eina réttindabaráttan sem er fögur. Nei, hún er fögur. Gönguna sem er núna í Palestínu, tjaldbúðina og Austurvöllum, þetta er fagrar. Já, auðvitað elskan, ég er að tala um litatýrðuna og músíkina, svona partystemning. Já, ok. En er mikill neðabeltishúmor í íslenskri filmi? Nei, hann er svo prúður, hann er aldrei grófur, hann Gunnar frá Seljalæk. Og hann svona í að því að vinnukonan hafi verið jú, það er fullt auðvitað, ég er hérna með efnisifilitt og sést nokkurn veginn hvað lendir í hvaða flokki hvað er stórir, hver kaplar en hann er mjög prúður og hann talar ekki sko kvikindislega konur eða þannig af því hann er prúður maður en samt skína þetta dólgarsamfélagi alltaf í gegn og til dæmis í því núna, ég var alltaf eina strákun þegar lítil, ég er strákstelpa en núna einhvern veginn með aldrinum þá er ég fann að sjá betur að ég hef alltaf fengið að vera með þá þurfti ég ekki að vera svo mikið að hugsa kvenréttindi nema hvað ég hef alltaf dreigið allt fram þegar ég skrifa bækur sem ég hef fundið. Þú fyrst að vera með strákur? Já, one of the guys, alltaf strákstelpa, alltaf í buxum. Og ertu þá þannig, heldur þú sett með svona veikari svona sans fyrir kvenfrelsisbaráttunni út af þessu að þú sérð hana eiginlega innan lífið? Það er ekki fyrir það brennir á manni þegar maður er alltaf í náttúrulega gömul kettling, skilur, þá finn ég munina ég fyrir búð og einhver veit hver ég er, þá fæ ég mjög fagurt viðmót, en það er einhver hálfviti sem veit ekki hver ég er þá er hvað þú er gamla kettling, skilur við og þá einhvern veginn opnar það þegar eitthvað brennir á manni sem held að opnist og í þessari bók þá er sem sagt svolítið regnbogaleg þá er sem sagt ótalmargar sögur konur ótalmargar sögur kalla mjög margir þeirra nefndi með nafni bara ein kona nefnd með nafni og það er þingkona og það hluta brandanum og hún sé þingkona skiluru, þannig að það er svolítið í raun og veru reyndi ég að greina þetta og skoða þetta en með því að gefa þetta út þá er þetta líka útgáfa sem ég seti í hendurnar á öllu þjóðinu og öðrum sakfræðingum og öllu sem vilja spekular í þetta er lykill að hugmynda heimi horfin og tíðar og svo er þessi sveitamennska sem er stór hluti af þessu að við skömmuðumst okkar fyrir sveitamennskuna og þess vegna held ég að það ekki þótt fínt. Svo er það líka eins og ég var að reyna að vitna í að við vorum að lesa þetta krakkar og fundum enga fyndni í þessu. Það er náttúrulega þannig
það sem til á millum okkar svona, það eldist voðalega illa sko. Ég finna það valla maður sjái sko 10 ára gamla bíómynd sem ekki orðin eitthvað sko skrítin í forneskjunni og það bara örlítið af sögum og ljóðum og fleira sem lifir og kannski eitt af því sem lifir eiginlega styðst fyndni. Sum fyndni. Það sko, þetta að með skemmtilegast að skoða hvað lifir, alveg sama hvað það Svo getið það lifna aftur náttúrulega, einhvern veginn seinna allt í einu væri fólk grenjandi að hlátri yfir íslenski fyndni. Það væri myndið breyta þann tíðaranda aftur eins og stundu gerist með bókmyndir. Allt í einu bókmyndir tala mismunandi til mismunandi tíma. Það að ég segja upp á sögnum mína. Ég náttúrulega búin að svona aðeins gleymin. Það var mjög montinn, svo kemur alltaf norrlenska, var mjög montinn stórbóndi Suðurlandi á sem þau þurftu að breyka sér á bæ. Og svo bara kannski búin að fá sér líklega, búin að fá sér neðan í því og ætlar að fá láka vinnumann til að setja á hestinn, leggja á hestinn og hann finnur hann ekki, svo hann fyrir bara að setja sjálfur snakkir á hestinn. Setur hann ekki nakkinn öfugan á og þá kemur lákir og bara ríkur beinti það ætla að snúa nakknum við og þá segir kallinn, hvern djöfulast að gera láki? Þykist þú vita hvert ég að fara? Skilur. Þetta surrealistist. Svo ég sjálf með mjög bilaða kímnigáfu, fatt aldrei neitt fyrir mjög seint og en ég hafði alveg rosalega gaman að þessi 6 mánuði af því að þá með því að liggja svona lengi yfir einhverju þá opnast þannig að ég að leina þetta eru lyklar að horfnu samfélagi og dyr sem að hafa ekki legið fyrir og ég var svo vitlaus að ég hélt kannski að útgefandum minn vildi gefa þetta út. Nei, þetta ekki nógu fínt. Það kom fyrirlitningin á þessu sko. Það var Bjarni Harðar á Selfossi sem að hefði gefið út. Já, hann vinur minn, hann tók að sér að gefa þetta út eftir að ég var búin að lenda í hremmingu. Ég vil ekkert... Hann líka alþýðlegur maður í góðri merkingu þess orðs. Já, og hann... Hann er ekki að kalla úr snobbinu. Einmitt. Hann er dásamlegur og ég nefndi ekki að hafa hálft ár á sjálfur mér í skúfu. Þá fór ég á Árnastofnun af því að auðvitað þetta líka og ekki held að það henta ekki þeim en ég var sárast út af því að ég þráði eiginlega að gera númer 2 og skoða ástleikna vísur af því ég veit upp í Árnastofnunni var það 3 ár, það fullt af handritum af djúsi ástleiknum blauðlegum kveðskap klámvísu hvað heitir þetta er auðvitað íslensk menning líka og þá sótti ég í Rannís og ég get ekki alltaf fengið pening skilurðu en ef ég nenni þá er það mjög skemmtilegt Og ert að sækja styrk til þess að safna saman og rannsaka gefa út svona gott úrval af yndislegum íslenskum klámvísum sem við getum lesið fyrir hvort annað Þið ætla aðeins að því þú nefndir hann með hnakkinn og þar það vinnumaðurinn sem að veit en höfðingin ekki Er það algengt í með þetta í bara brúku Fígarós? Algjörlega Er það gegnum gangandi í þessu? Mjög margar sögur að gera grín að sýslumanni prestum öllum yfir kaupmanni þá bara alþjóðan hérna sem náttúrulega gegnum ennþá mikil þörf á ekki gleyma sérfræðingur á sunnan maður kentist þessi Hrútafirði sjálfur sko En þú varst að lista því að þú varst að vitna í það að hann hefði sjálfur sagt hann Gunnar Sigurðsson að Íslendingar væru meira svona illkvittnir í húmor sínum Fyrstu ykkur svona mynd af því hvernig íslensk fyndni væri? Já, það má alveg þetta eru sko 2 fyrstu heftin, það kom út 1 á ári ég held að vera ein saga sem ég sleppti af því að hún meikaði ekki stöð sem var eitthvað prentvillin og ég gat ekki laga hana þannig að þetta hann safnaði þessu eftir að fyrst sko, svo fórum henn að senda honum það má segja að þetta sé mjög gott sýnishorn
af því sem þótti það var þá komin líka einhver hugmynd íslensk fyndni að því að gamla samfélagi var að fara skilurðu. Þetta var þetta er bara eins og safna þjóðvísum eða þjóðlugum eða blautlugum hvað skap svo fínist og gleymist. En ég bara velta fyrir mér sko hvort að þú eða Gunnar þið hafa náttúrulega ekki skoðað ykkur að fyndni allra annara þjóða. Kannski hafa allar þjóðir þessar hugmyndur að mín fyndni sé svolítið svona illkvittnisleg því að það sem við sjáum að fyndni annara er kannski aðeins í meiri sparibúningi. Það getur fyrir lúmskara. Ég sótti meiri pening og langaði að fara að skoða. Ég þurfti að fara til Berlínar og kíkja inn á Söfn og reyna að finna. Ég hef ekki reynt að vera fyndin á mörgum tungumálum en ég kveiki ekki alveg á þessu að við séum eitthvað sérlega illkvittin eitthvað. Heldur það? Kannski þá. Nei, við vorum náttúrulega svo óhefluð. Það var ekki búið að hefla okkur mannarsýrni, voru ekki búin að gegnsýra samfélagið. Já, við vorum að bera það saman við eitthvað svona aðalshúmor sem var náttúrulega stóðust við, askurinn okkar stóðst ekki í samanburði við postuminnið. Nei. Það voru askar til annars það, sko, sem það voru skopað alþýðuskapi. Elskar meira að segja torpaðir eins og okkar. Já, út um allt. Já. Það er allt svo vitlaust. Maður veðri vitleysu og svo núna komum gervigreind og allt saman. Sem endur tökur vitleysu okkar. Það verður bara vitleysa við völd. Hlæja bara. Og það veit svo til að þú ert að gefa þessa bók út. Og svo gastu líka út ljóðabók. Já, í júní. Já. Þetta er fagurbóðar. Já. Og þú varst að tala svona eitt og annað. Já, þú varst að tala á þann svona blauðlegar vísur. Já, ég hef... Ljóðin eru stundu svona... Já, það er meiri kynorka í þínum ljóðum heldur en flestra skálda. Ég er bara með svo mikið testosteróni. Ég er með svo mikið testosteróni. Já, en ég er alveg mjög flink að klæmast svona mjög fínlega. Við sæta svona kalla. Og svo kemur alltaf þetta unarslega moment. Það var alltaf skiljanlegt en það er eins og gáður skiluru og þá þegar báður roðna og þá er djókið, það er svo gott að roðna, það er gott fyrir mænuna, það er eitthvað niður í mænu, fysisk blygðunar kerfi sem lætur koma. Það þarf að losa sig reglulega, annars súrnar blygðunarsendin í mænunum. Fyrsti brandarum mér maður sá að maður er svo gamall allur og náttúruleysur. Já, það voru ekkert eftir nema að klæmast, skilur. Nei, bara leyfa okkur að vera til þrátt fyrir álag kristina hugmynda, svo fólk að tala afhelgun. En sko samfélagi verður kristið miklu lengur, skilur allar hugmyndirnar. Já, mér finnst það ef þú myndir spyrja mig þá myndi ég segja að ég væri kristinn. Það var bara ég tilheyri bara þeim menningarheimi og ég líka. Það væri bara eins og að ganga út úr kyni sínu. Já, og maður myndi aldrei maður má ekki henda barninu með baðvatninu sko. Og svo margt fallegt líka í kristinni menningu. Það er annars vegar trú og hins vegar iðkun, það er alls konar. Það er margt fallegt hérna í þessu? Já, alls konar. Ég gríp nú bara inn í þetta víst til í holdheimi. Fyrsta og síðasta boðorðið er að biðja haminginn aldrei neitt, hún sér sig sjálf. Er það ekki? Og svo eitthvað svona glettið og stríðið. Loppi mannæta þegar að eyrnamerk mínum og sleikir útum. En betri finnst honum naflamerkur minn. Ekki borða mína mús, ég kaupi þér villifisk. Og ráðnari þegar ég er að lesa þín ljóð. Er ég núna svo... Já, það þarf ég ekki... Það er holdt, sko. Ég hef sagt það. Það þarf ég ekki að kynna lítið. Já. Þetta, þú veist að senda þetta frá þér. Hvað ertu búin að gefa út margar ljóðabökur? Hvað 3-4. Það stendur hérna 4. ljóðabók. Já. Svo gaf ég líka út á ensku. Svo skrifar skáldskap og stundafræði mennsku. Já, ég er svo vitlaus, ég held ég geti allt. Það er að því að fyrstu 2 ári voru 8 manns að slást hafa mig í fanginu. Amma og afi komin úr Öndarfirði og þá bara allir svo góði við mig að þá ég var að ræta við Þórarinn Eldjárn. Þau systkinin svolítið svipið okkur. Maður er svo fullur af kærleika og blíðu og einhverju og maður heldur að
fólk vilji það sem maður að gera. Þetta er einhver nævismi. Það er gallið við að vera alin upp í Ástríki. Það viljið mig ekki, elskar mig allir. Það var í erfiðleikum í þessu kalda heimi. Já. Það er að mæla með því að foreldrar síni börnum sínum ekki of mikið Ástríki. Já, raskella meira, svo þau nefn einhverju. Já. Herðu, en hérna, þú ert yrkja ástina. Þú nefndir manniðinn, þú ert ekkja. Já, ég er ekkja. Ekki hans. Ég kallaði að vera postsexuell. Þegar maður er alltaf komið á markaðin. Sem kerling, þú ert að segja á þann. Já, 60, nema ég er svo hávaxin ég kerla það. Ég er engin lingur. Og þetta, ég kallaði það eins og postmodernismi, það var svona postsexuell. Það er ekki lengur börn til að ala upp. Ég held að falleg hjónabönd þau snúist það að ala upp öll saman, allavega minni kynslóð og svo maður bara allt í einu svo er bara farin svo einhver skrýtni kallar sem að vilja mann og þeir vilja alls ekki láta tjóðra sig kallar sem hafa verið einhleipir alla ævi þeir vilja ekki láta tjóðra sig eða svona fingurjárna vantar ekki konu að segja sér til Nei, ég var heppin að það eru 2 félagar sem ég hef átt sem koma stundum og auðvitað ef annar bara einn vildi vera með mér alltaf þá þyrfti ég ekki að 2 kærasta en mér finnst rosalega gaman að segja sérstaklega forbókaða kerlingar að ég eigi 2 kærasta og svo segi við kalla því að ég er búin að lesa svo mikla dýrafræði og auðvitað er fjölkvæni eðlilegt í öllu spendýraríkinu þá segi við sætakalla hvað átt þú marga konur og fyrst að verða svona og svo færist svona gleði bros yfir af tilhugsunni og svo er svo gaman að heyra hvort að segja nú 5 eða bara 1 eða hvernig svara já En þú heitir þetta ekki að vera í opnu sambandi? Fjárbúð tvöföld fjárbúð jú, en þetta bjargar líf minn sko að því að mér finnst það bara mannréttindi að njóta stundum ásta en sumar kerlingar orðnar náttúruleysar þá er það með stuttan baugfingur og þá fara ef kallinn vælir og segir stuttan baugfingur, hvað er baugfingur? Ég er með stuttan baugfingur það er að því að Siggi bróðir klemdi hann hérna þegar ég var en á henni hendinni Er ég náttúrulegs kerling eða? Nei, það gildir bara konur Það þú veist það sjálfur Ertu ekki með hátt elli? Þú veist það sjálfur Já, pabbi var með það alveg Já, nei Þetta er bara sko eitt af það sem ég uppgöggaði að ef konur eru náttúrulegsar og kallinn rekur það til læknis þá fá það testosterón sem er þannig að það er sama efni í báðum kynjum sem lætur okkur vilja fjölga okkur og uppfylla heiminn af sjálfum okkur og það gerist á fósturstigi sem er kallhormónið að testosterón skammturinn kemur og það tegjast fingur Já, en ég seldi ekki dýrar en kefti að maður rekst á alls konar bull og ég reynu þetta aðtöku hvort þetta séu alveg vísindilega síður. Kíkir á hendur á fólki og aðtökur hvort að baugfingur er langur eða stuttur? Nei. Þetta geta nýsast í fingur á fólki? Nei, en mér finnst mjög kurteist að vera með hanska. Vera ekki með berjasára á höndunum. Af því að millistríðsárum, engin hattlaus, engin berjasára á höndunum. Við mist svo mikið elegans með þessu 68 ára skrýtling kom þetta valda eins og Þórhallur Vilmundarson sem er svolítið þitt fólk, veist ekki? Jú Þórhallur Vilmundarson þreyttist aldrei á að segja hvað viðbjór það var þetta 68 örnefnafræðingurinn gamli Ég er svolítið að leita aftur fyrir þann tíma er að spila svona gömul dægurlög og svona kvöldin er að leita að einhverju svona tilfinningu sem var til þar áður en að sko kaldhæðnin og þessi skeptíska sýn af allt saman, drap allt saman Rómantíkin hún er við höfum ekki alveg borið hana hún fór fyrir lítið þarna það endur við ekki hana og þetta er hugmyndasaga, allt saman Herðu, Þórunn
Við sittum hérna allan daginn og erum að tala samfélagsmál og sumir að skammast og sumir en það er svo gaman að að því að það var út af hvernig við sendum efnið okkur út. Við getum ekki haft músík því að við sendum meðal annars út á YouTube og þá vakta þeir allt saman og stoppa allt saman. En stundum kemur fólk hingað og við nörðum það til að lesa ljóð til þess að hafa svona einhverja fegurð í þættinum okkar. Má ég biðja þig að lesa eins og eina vísu? Og ég gerði myndina sjálf. Ég að fara að koma út úr skápnum sem myndlistarmaður. Ég ætla að hafa sýningu í Glerhúsunni 12. september. Og svo má ég allir koma í afmæli mitt 70 afmæli. Ég verð að segja það má vera að kyngja því súra epli. Það verður 70? Já. Segðu mér eitt, finnst þér erfitt að eldast það? Já, maður er svo gráður. Mér finnst það svolítið gaman, sko. Já, mér finnst það líka mjög gaman. En þetta liggur í loftinu, alls konar. Nei, þetta er ég óbáslega glöð að fá að eldast. Og það er allir veikir, maður heyrir einhvern sem brennur inn eða deyr hverju viku og komið viðbjóðslega sjúkdóma. Maður er eiginlega komin upp á einhverja ótrúlega braut þar sem maður er þakklátur fyrir hver dag. Ég segja alveg satt. Og að lifa kannski tíma sem aðrir hafi ekki fengið. Já, og það er eiginlega hálf heilagt fólk sem verður mjög veikt og nær þessu plani. Það má eiginlega segja að allt í mannlegri reynslu hafi sína fegurð, líka dauðastríð. Hvenær verður þú 70? Sunnudaginn 25. ágúst klukkan 3 og ég er búin að panta Iðnó og hljómsveitin Stálfaxar leikur undir dansi. Og ég ætla að hafa bækur til sölu vill engar afmælisgjafir en ég er eiginlega að þvóa Iðnó af því að við Eggert skrifum söguhússins 100 ár sögu leikfélagsins og bókin kom út fyrsta verslan í húsinu og svo þegar Eggert hélt ofsalega fínt 50 afmæli alltaf grand og svo erfidrykkja. Nú er ég ætla að þvóa staðinn með því að hafa fögnuð og yngri son minn Valdimar ætlar að hafa brúðkaup heima franska konu á gamlárskvöld. Þá eru 10 ár frá því Eggert dó. Þá þvóum við bæði stað og stund. Skilurðu, þá er ekki bara alltaf grenja á gamlárskvöld heldur að því að allt lífið er bæði ein með öllu. Sá sem ekki getur syrt, hann getur ekki elskað. Einmitt. Það er svolítið þannig. Já. Þannig að og ég ákveðt að blindandi. Já, núna 2015 þá er komið tími til þess að elska Iðnó. Fagna lífinu. Já, bara allir velkomnir. Svo bara dansuðu kringu tjörnina. Eða eitthvað. Maður verður fagna. Svo er ég svo nærsýn. Koddinn minn. Lífið er blaður á barmi svarthols. Á ég hvergi hefði mín að halla? Jú, á koddan. Víst tilheyri ég hold heimi. Fyrsta og síðasta boðorðið er að biðja hamingjuna aldrei neitt. Hún sér sig sjálf. Takk fyrir þetta Þórunn og við endum hérna rauðaborðið í kvöld á Koddahjali með Þórunni Valdimar. Koddablaðri. Það er gaman að fá þig. Sömuleiðis. Takk. Já, þetta er endurinn á þættinum í kvöld. Ég þakka Þórunni og öllum gestunum sem hingað komið og Steinunni og Birni fyrir að hjálpa til og Pétri og Laufi fyrir að senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðlun. Og minni á eins og áður að þið getið hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfi með því að segja vinum á vandamennum frá efni sem eitthvað líkar hér. Sagt frá því að við erum á Facebook og við erum á YouTube og við erum í öllum hlaðvarpsveitum, við erum í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má líka segja þær útvarpsendingar á spilarann, það er spilari.is á netinu og svo er spilarin líka app sem mann hlaða niður í símann og hlusta á samstöðina og allar íslenska útastöðar hvað sem er í heiminum. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar er við nú með 5 á fjarstýringunni. Kannski
munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá Samstöðinni sem 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar, allan ársins hring, samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðarinnar. Samstöðin er tilraunaverkefni og þeir sem knýja áfram tilraunar eru þeir hlustendur og áhorfendur sem hafa gerst áskrifundur. Þú getur slegist í hópi með því að fara inn á samstöðun.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, þú getur skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagi og það er alþýðufélagi sem áreikur samstöðuna. Þetta er fjölmiðill í eigu áhorfenda, áheyrenda og hlustenda. En þetta er orðið gott í bíli, ég ætla að segja góða nótt, en minni á að á morgun er föstudagur og þá höfum við það sem við kallum vikuskamt. Þá förum við fréttir vikuna með góðum hópi fólks klukkan 16, klukkan 4 í eftirmyndaginn. Og ég held að verið skemmtilegt á morgun. Ég var að bóka inn í þáttinn og bauð ýmiss konar fólki og meðal annars feðginum sem ég hafði ekki hugmyndum að væri feðginni. Þannig það verður í fyrsta skipti feðgin. En þetta getur orðið að fjölskyldu fundi hér á eftir. Á morgun segi í eftirmyndaginn klukkan 4. En takk fyrir í bíli og góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.